kamerinn. Gjörðu svo vel, Tjörfi. Flott. Góðan dag, kæru gestir. Verið velkomin hér á fund nr. 336 í bæjarstjórn Sveitarfélags Hornafjarðar sem ég set hér settan. Við erum hér í sumarblíðunni á Hornafirði í dag. Búin að vera mikil blíða, vor í lofti og mikil bjartsýni í gangi. Lömb á túnum og yndislegt að sjá þetta allt saman. En fundin í dag hjá okkur sitja núna Gauti Árnason, Hjördís Edda Olgeirsdóttir, Tinna Rut Sigurðardóttir, Eyrún Fríða Árnadóttir, Sigríður Þórunn Þorvarðardóttir, Ásgerður Kristín Gylfadóttir, Björgvin Óskar Sigurjónsson, Sigurjón Andrésson bæjarstjóri og fundargerðarritar Arndís Lára Kolbrúnardóttir og Tjörfi Óskarsson sér útsendingu, en ég sé nú hana Jónu Benny hérna líka, en hún situr hér áfram. Í upphafi fundar ætla ég að fá að leggja til að fundargerðir bæjarstjórnar nr. 334 og 335 verða lagðar hér fyrir fundin til kynningar, en það fyrirfórst að setja þær fundargerðir inn í auglýsta dagskrá fundarins, en það eru samt komnar núna í ný uppfærða dagskrá. Þeir sem þessu samþykkir vinsamlegast gefa mig merki. Það er samþykkt með 7 atkvæðum. Þá förum við hér í útgefna dagskrá í dag. Hún er hér í nokkuð mörgum liðum, ég held að séu einir 18 liðir. Sumir verða fyrirfyrir meiri heldur en aðrir og það er bara allt í góðu með það, eins og það gengur. Til dagskrár höldum við og fyrsta mál á dagskrá er fundargerð bæjarráðs Hornafjarðar nr. 1171 og ég gef hér orðið laust hana, gjörðu svo vel. Tinna hefur óskað eftir orði, gjörðu svo vel Tinna. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og starfsfólk Sveitarfélagsins. Fyrst það er svo mikið sumar, þá vil ég aðeins fá að hrósa hérna í dag. Það er nefnilega komið svo mikið sumar í mann og það er bara fullt af tilefnum til þess að gleðjast. En það er þriðja mál þessara fundargerðar og það er fjallamennskunámi í Öræfum. Það er mikill kraftur og hugur í fólkinu að baki fjallamennskunámsins og hlakka ég mjög til að sjá þetta nám vaxa og dafna í Fjallaskóla Íslands í Öræfunum. Það hefur verið óþægilega mikið óvissustig í kringum fjallamennskunámi í FAS allt og lengi og ég held að sé bara mjög gott að þessi skóli fái lögheimili í Öræfunum og verði í traustum höndum þar. Ég er allavega mjög spennt fyrir þessu og ég óska þeim góðs gengis. En svo er það líka fjórða mál, en það er styrkur til ungmennafélagsins Vísi vegna byggingu nýs fjölnota íþróttavallar. Þetta er bara svo frábært framtak hjá ungmennafélaginu Vísi og mér finnst ótrúlega gaman að heyra og sjá hvað það er öflugt starf í gangi hjá þeim. Það er alltaf gleðitíðindi þegar fjölbreytileikinn í afþreyingu eykst og þá sérstaklega í sveitunum. Og það verður því bara miklu skemmtilegra að búa í sveitinni. En það er staðreynd að það þarf að gera búsetu í sveitunum meira aðlaðandi og eftirsóknarverða. Þetta er vissulega skref í rétta átt, en svo verður ríkið að tryggja réttlátt og öruggt rekstrarumhverfi bænda sem og að tryggja að nýliðun geti átt sér stað í bændastéttinni. Það eru ótal áskoranir bænda í dag og til dæmis núna nýlega þá var umræða helsingjan og aðra gæsir og hreindýr reyndar líka. En það er í mínum huga auðvitað alveg galið að ræktuð tún séu þakin fuglum sem að kroppa upp hvert einasta rándýra strá sem að bóndinn var búinn að hafa mikið fyrir að bera á og rækta fyrir sinn bústofn. Það leynast nefnilega vandamál innan bændastéttanna sem að margir átta sig ekki einu sinni á að gætu verið vandamál. En nóg það í bili. Mér finnst bara svo gaman að fylgjast með öflugu fólki í sveitunum og sjá hvernig störf og búseta í sveitunum er að breytast. Takk. Takk fyrir Tinna. Við erum í fundargerð nr. 1171 bæjarráð. Fleiri sem vilja taka til máls? Svo er ekki, því legg ég hérna fram til kynningar og höldum áfram í næsta mál. Það er mál nr. 2 á fundargerðinni í fundardagskránni í dag. Það er bæjarráð Hornafjarðar nr. 1172. Og þar undir eru nokkuð margar fundargerðir, meðal annars frá fræðslu- og frístundanefnd nr. 124, umhverfis- og skipulagsnefnd nr. 97 sem og atvinnu- og menningarmálanefnd nr. 75 ásamt nokkuð mörgum öðrum almennum málum. Og orðið er hér laust, gjörðu svo vel, það er Ásgerður var fyrst, gjörðu svo vel, og svo Hjördís og Tinna. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar.
Mig langar aðeins að fjalla hér allavega 2 mál. Það fyrra í fræðslu- og frístundanefnd. Það hér liður nr. 2, hönnun stækkun á leikskóla á Hornafirði Sjónarhól. Fundi fræðslu- og frístundanefndar hófst á skoðunarferðindeildinni á Sjónarhóli sem frábært og stóð til samkvæmt útboða mig minnir að þetta verki ætti að klárast í mars og ég svona veltaði fyrir mér hérna núna hvenær stendur til að afhenda þetta verk frá verktaka og hvort það sé hægt að í rauninni fara eitthvað inn þarna fyrir sumarleyfi eða hvort að í rauninni það verður of stutt til sumarleyfis að það verði ekki nýtt. Svo það hér annað mál sem að undir atvinnu- og menningarmálanefnd og þar ætlaði ég nú að spyrja bæjarstjóra, hún kannski, stokkin fram og tilbaka. Það hérna liður 1, það Vatnajökulsþjóðgarðir, fundargerðir stjórnar og svæðisráðs. Það tala hér að það sé ekki konar neinar fundargerðir inni á vef Náttúruverndarstofnunar sem nýja stofnunin sem orðin yfirhattur Vatnajökulsþjóðgarðs og það gangi eitthvað illa hjá þessari ríkisstofnun að komast á vefinn en það kannski ekki það sem ég ætlaði að spyrja um. Það var það sem ég ætlaði að spyrja um snýr að deiliskipulaginu við Jökulsárlón. Það kemur fram hér í kynningu frá Önnu Ragnarsdóttur Pedersen sem þjóðgarðsvörður akkurat núna að það sé verið að taka aftur upp deiliskipulag við Jökulsárlón þar sem að byggja upp þjónustusvæði. Þetta búið að vera í umræðu í ansi langan tíma og mér langar til að spyrja formann svæðisráðs sem að mér skilst verðandi formaður stjórnar Vatnajökulsþjóðgarðs eða orðin að hvar sú vinna hvort hún sé komin að stað og þá hvort það sé verið að tala um að færa athafnasvæðið af þeim stað þar sem hann núna samkvæmt deiliskipulaginu. Það hefur verið ýmislegt í umræðunni þannig að mér langar að vita hvar þessi umræða stödd, hvort hún komin í svæðisráð og svæðisráð taki ekki þátt í henni og hvað í rauninni bara verið að leggja upp með. Og svo hefur líka verið talað og það komið hér inn á í bókun nefndarinnar, vísaði í viðtal sem að bæjarstjóri var í akkurat hádegisfréttum þennan sama dag, að það sem verið að tala útboðsskilmála og annað gagnvart þjónustu við lónið, hvar sú vinna sér. Hvort að sé eitthvað að frétta af því. Það komið í bili. Takk fyrir Ásgerður. Þeir voru komin að fram á listan hérna Tinna og Hjördís. Hvoru gaf við þetta undan? Já. Og svo fær Sigurjón tækifæri til að svara. Forseti og góðir bæjarfeldrar, ég ætla aðeins að taka til máls undir mál nr. 3 sem fundargerð atvinnu- og menningarmálanefndar og þar undir það mál nr. 5 sem starfsemi menningarmiðstöðvarinnar. Mér langaði bara örstutt að vekja athygli á því að það safnahelgi núna helgina og menningarmiðstöð Hornafjarðar býður gestum á fjölbreytta viðburði í tilefni alþjóðlega safnadagsins sem 18. maí, sem núna sunnudaginn. Á morgun föstudag 16. verður opið hús í geymslu byggðasafnsins á Álaleiru og Tim safnvörður tekur vel á móti öllum frá 13 til 15. Hvet fólk til að skoða hvað þar. Á laugardaginn 17. maí mun Dagur héraðsskjalavörður taka á móti gestum í bókasafninu í Nýheimum og sína myndir úr eigu safnsins milli 11 og 15. Og á sunnudaginn 18. maí á safnadaginn verður frumsýnt samtal Birtu safnvarðar Svavasafns við listamanninn Tuma Magnússon yfirstandandi sýningu hans á safninu og einnig býður Birta upp á leiðsögn sýninguna tímaréttingar laglínur.
Ég bara langa að hvetja alla til þess að kíkja á þessa viðburði. Takk fyrir Hjördís. Tinna, þú varst búin að veifa. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og starfsfólk sveitarfélagsins. Ég vil bara tala mál númer 10 í þessari fundargerð sem var Mánavöllur, beiðni úrbætur. Það er augljós kraftur í ungmennafélagunum okkar hér í sýslunni og miður að Mánavöllur sé orðinn illa farinn, en það eru hins vegar gleðitíðindi að ungmennafélagi sé að óska eftir að hann verði lagaður og að planið sé að bjóða upp á frjálsíþróttaæfingar á Mánavölli í sumar. Það er einmitt verið að auglýsa eftir frjálsíþróttakennara fyrir þær æfingar og hægt að sjá meira það og þessar æfingar inn á Facebook síðu ungmennafélagsins Mána. Hvet ykkur til að kíkja á það. Takk fyrir. Takk fyrir Tinna, alltaf stuð á Mánavöllum. Sigurjón, að bjóða þér að svara núna fyrir spurnum. Eyrún, þú er svo böðumorðið, gjörðu svo vel. Eftir þar segja. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, já, varðandi leikskólamálin þá fór póstur og foreldra í gær og það er stefnt af því að hefja flutningi í næstu viku. Framkvæmdir hafa gengið vel og ég fór og kíkti síðast í gær í húsið og það voru rafvirkjar. Loksins konum með frið til að vinna fyrir öðrum verktökum á svæðinu og það var svona verið að leggja lokahund á þetta. Þetta hefur gengið mjög vel og verður glæsileg viðbót við flottan leikskóla sem við eigum hérna. Varðandi deiliskipulagi við lónið þá skilst mér að það sé miðað við það í þessari vinnu sem er að fara af stað að svæði verið flutt til eins og hefur verið rætt. En ég veit ekki nákvæmlega hver staðan er á vinnunni. En það kom líka fram hjá Ásgerði að ég hef núna látið af því að vera formaður svæðisráðs og hef verið skipaður formaður stjórnar. Sem er afskaplega gleðilegt fyrir, vil ég segja, bara fyrir svona svæðisráðin og svæðin í kringum þjóðgarðinn og að mínu mati þurfum við að vinna saman að því að gera þessa stofnun, Vatnajökulsþjóðgarð, að enn sterkari landsbyggðarstofnun og ég á fund á mánudaginn klukkan 11 með umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra. Það sem ég er einmitt að ræða uppbyggingu við Jökulsárlón og framhaldið á því, hann er að fá öll gögn og er að setja sig inn í hlutina. Ég veit til þess að það hefur verið, það hafa verið áskoranir í því að sameina allar þessar stofnanir undir nýrri náttúruverndarstofnun og þar að meðal hafa tæknimálin verið verkefni en mér skilst að þetta sé nú alltaf á réttri leið. Hvað varðar samningana og uppbygginguna við lónið, þá er það allt í vinnslu og er ekki alveg ljóst með hvað hætti verður staðið að því, en við höfum verið að gera samninga ísjallaferðir og jöklagöngur og það þarf að endurnýja það og það þarf að endurnýja samninga sem renna út á þessu ári siglingar á lóninu og svo þarf að hefja náttúrulega mjög aðkallandi uppbyggingum við lónið þrátt fyrir að salernismálin séu svo að komast í lag þar, þá er bara mjög aðkallandi að þessi ein af 4 helstu náttúruperlum landsins sé með þannig innviði að þeir geti tekið á móti þeim mikla fjölda sem kemur á hverju ári og það var nú yfir 1 milljón manns í fyrsta skipti á síðasta ári sem komu á Jökulsárlón. Þannig að það er verk að vinna og það verður engin lognmolla í kringum hvorki svæðisráðsvinnuna þar sem Eyrún er búin að taka við sem formaður eða starf stjórnar á næstu misserum og árum. Takk fyrir. Takk fyrir Sigurjón. Eyrún er hætt við, en ég ætla kannski bara að fá að bæta þér við, bara kanni mínu, að því að það er einn Facebook-vinnu minn sem er mjög gagnrýninn á ýmislegt varðandi uppbyggingu á Jökulsárlóni. Hann hrósaði, eða hún hrósaði salernisbyggingun núna, þannig að það tel að vera gott, en fleiri sem vilja fá orðið á Ásgerður, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, þakka bæjarstjóra fyrir þessa yfirferð og ég láðist nú á þann að óska honum til hamingju með þetta nýja hlutverk. Já, það er þetta mjög mikilvægt fyrir okkur hér
að eiga þennan stól, að það Hjalti Þór Vignisson var þetta formaður fyrir einhverjum árum, alltaf mörgum árum síðan, en það okkar svæði þetta mesta starfsemin hér og að mest að gera og flottasta svæðið, svo við séum nú hlutdræg, en þannig að það er mjög mikilvægt að okkar rödd sé mjög sterk inn í stjórninni, þannig að það er bara mjög ánægilegt að það hafi verið litið hingað og Sigurjón, þú hafi verið valin í þessu stöðu og bara óskaði til hamingju með það. Hins vegar hjó ég nú við eitt sem þú sagðir hérna áðan og það kemur upp reglupésinn í mér og því hafi kynst honum aðeins á þessu kjörtímabili að ég veit ekki til þess að svæðisráð hafi valið sér formann ennþá eða hvað er búið að hefur nýr fulltrúi tekið sæti í svæðisráðinu. En það er kannski eitthvað sem að hefur gerst á þetta er náttúrulega enga fundagerðilega fram en mér finnst mjög eðlilegt að Eyrún Fríða verði formaður sem fulltrúi meirihlutans þarna inni en ég finnst þetta nú svona kannski aðeins að róa sig nema að þetta sé komið og við bara höfum ekki séð fundagerðina. Það er bara upplýsið um það. En það eru tvö atriði sem ég ætla að taka hér upp önnur. Það er líka úr fundagerð atvinnu- og menningarmálanefndar. Það er allt að gerast í þeirri nefnd, greinilega núna síðast, en þar er liður 2 sem að fjallar heimasíður sveitafélagsins og annað, þar sem var kynning á því. Allavega hef ég ekki fengið kynningu í bæjarráði af því hvað er að gerast á vegum heimasíða sveitafélagsins og hvenær þær koma í lofti. Mér skilst eftir fólki sem ég hef hitt út í bæ og á fundum að þetta sé allt rosalega fínt og flott og sé allt að gerast, en það væri bara ágætt fyrir bæjarfulltrúana að fá að vita hvar þetta mál stendur. Og síðan er þarna jöklaleiðin, 4. liður í fundagerð atvinnu- og menningarmálanefndar. Þar var verið að tala að vígja leiðir sem eru löngu orðið tímabært og á leiðin er ég að vísa í Öræfunum á milli Skaftafells og Svínafells og þar var verið að tala að mig minnir byrjun júní á afmælisdegi Vatnajökulsþjóðgarðs en ég hef ekkert séð eða neitt þetta þannig að ég kannski spyr hvort bæjarfulltrúinn Hjördís Edda sem situr í nefndinni eða bæjarstjóri eitthvað annað geti svarað því hvað er að gerast enn og aftur hvenær megum við vona því að þetta verði vígt. Takk fyrir Ásgerður. Þar kom nokkrar spurningar. Það er Hjördís hefur rétt á, undan þér Eyrún mín, þú varst gaftfræður orðið á þann, þannig þér að nær. Forseti og góða bæjarfulltrúar. Ég hef nú ekki skýr svör við seinni spurningunni, en varðandi vef sveitafélagsins. Tjörfi kom fyrir nefndina og sýndi okkur það sem er komið nú þegar og allt rosalega fínt og flott eins og Ásgerður orðaði það og sem það er, en eins og ég skildi hann þá náttúrulega munu allir fá kynningar á vefnum þegar þetta er komið aðeins lengra. En vinnan er bara á fullu og helsta áskorunum var að mér skildist einmitt menningarmiðstöðin og það er svo gífurlegt efni til og ótrúlega mikið efni sem er á núverandi vef og þar þarf að sigta úr hreinlega hvað færist yfir og hvað ekki og það á við margt fleira efni sem er á núverandi vef. Það þarf svolítið og það er vinnan sem er í gangi núna eftir því sem ég best veit að fara yfir hvað verður flutt yfir og hvað ekki. Þannig ég hef svona þær upplýsingar það mál. En vefurinn er til núna og það er hægt að skoða hann, þennan pröfu aðgang sem sagt. En ég man ekki slóðina. En hann er til, þannig ég veit að það verður auðvelt að fá slóðina hjá Tjörfa fyrir þá sem vilja skoða, en hann er í fullri vinnslu og verður að mér sýndist bara mjög flottur og mikil breyting frá núverandi vef. Takk fyrir Hjördís. Eyrún? Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Mig langaði aðeins að bregðast hérna við umræðum Vatnajökulsþjóðgarð og svæðisráðið.
Ég ætla að taka undir með Ásgerði að það held ég mikið heillaskref fyrir allt þetta samfélag hér á suðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs að við fáum Sigurjón inn sem formann nýrrar svæðisstjórnar. Það líka rétt að það var búið að myndast einhvers konar einhugur það að ég tæki við formennsku sem varaformaður og yrði þá formaður þar sem hann yfirgefur svæðisráð. En hins vegar þá lentum við í smá óhappi hvað varðar skipunarbréfin innan ráðuneytisins. Þess vegna var þetta ekki tekið fyrir með formlegum hætti á síðasta fundi sem að hefði meitt verið gaman að upplýsa ef að fundagerðirnar gengju betur í birtingu. En ég held að þetta sé mikið framfara skref fyrir þjóðgarðinn, til hamingju Sigurjón, til hamingju við öll og takk. Takk fyrir. Hún fleiri sem vilja taka til máls undir þessa fundagerð? 1172. Sigurjón, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar hafa spurt einnig jöklaleiðina og stöðun á því verkefni. Og mér ekki alveg kunnugt hvenær okkur fært að klára þessar merkingar sem tala var og opna leiðina. En þannig ég get því miður ekki svaraði, ég skal finna út úr því að láta vita Ásgerður. Jöklaleiðin hins vegar skemmtilegt verkefni, skemmtilegt konsept. Það nú verið að klára eina göngubrúna yfir á sem inni við Haukafell og þar og þetta verður, þetta verður svona Jakobsstígur vil ég segja, okkar Íslendinga. Löng og mikil gönguleið sunnan jökla frá austri til vesturs eða vesturs til austurs í hlutum eða alla. Og í kringum þessa leið á eflaust eftir að byggjast upp skemmtileg þjónusta við þá sem vilja ganga eða hjóla eða ríða þessa leið. Og en þetta mun taka tíma. Það eru reyndar svona nokkuð langir leggir komnir nú þegar. Þetta ekki alveg bara í höndunum á okkur hjá sveitarfélaginu af því að við hefum nú ekki landið þarna það sem þetta fer og verður unnið áfram og verður unnið markvisst á næstu árum og ég hlakka til að við tökum allavega formlega þennan áfanga sem að Ásgerður nefndi í notkun og gerum það með pomp og prakt og hefði mér raun og verið átt að vera búin að því sko, af því að þetta nú tilbúið og mér skilst að það hafi ekki verið nema bara eitthvað pínu lítið sem átt eftir að koma að merkingum til þess að geta opnað og ég alveg synd að þetta sé ekki þegar búið en við þurfum að gera þetta sem allra fyrst. Takk fyrir Sigurjón. Fleiri sem vilja taka til máls undir fundagerð nr. 1172 bæjar Hornafjarðar. Svo ekki því legg ég henni fram til kynningar. Hún búin að taka alltaf umræður en hér hún bara lögð fram til kynningar og birtingar. Og þá fyrir við í þriðja mál á dagskrá sem bæjarráð Hornafjarðar fundur nr. 1173. Þar undir fundur hafnarstjórnar nr. 274 ásamt fleiri öðrum málum. Orðið laust, gjörðu þið svo vel. Tinna. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það hlaut að koma að því, ég myndi taka til máls undir hafnarstjórn. Ég held að þetta sé fyrsta skipti, ég ekki alveg viss. En ég langar að tala fyrsta mál sem hafnarstjórn. Og það annað mál á þeirri dagskrá, en það beiðni frá Hornafjarðardeild 404, þar sem þau eru óska eftir leyfi til að fá að halda jeppasýningu á breyttum jeppum á svæðinu, þar sem Akureyinn stóð. Planið held ég að hafa sýninguna sjómannadagshelgina og vona ég bara að sem flest mæti og skoði flotan, því að það víst alveg örugt að hér í sýslunni ansi stór og flottur floti breyttra jeppa og verður mjög gaman að fá að skoða þessi djást. Ég mjög hlutlaus. Takk. Takk fyrir Tinna. Sjálfsögðu mætum við á jeppasýningu, sjálfsögðu, en ekki hvað. Orðið laust áfram, fundagerð nr. 1173. Takk fyrir þessu ekki ljóst. Þá legg ég hana hér fram til kynningar og við höldum áfram
í næsta lið á dagskránni, það er fundargerð, dagskránum liður númer 4, fundargerð bæjarráðs Hornafjarðar 1174. Og þar undir er umhverfis- og skipulagsnefnd númer 98 og ásamt öðrum málum, orðið er laust gjörið svo vel, Ásgerður gjörið svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það eru mál hér undir fundargerð umhverfis- og skipulagsnefndar sem ég langar aðeins til þess að fjalla og þá fyrst hér lið númer 5 sem er fjallahjólabraut á gömlu krossarabrautinni við Drápskletta. Þarna er erindi frá íbúa sem að svona kanna hvort við getum ekki nýtt gömlu krossarabrautina sem braut fyrir fjallahjól og það fyrir að yngri krakka var bara áhugasama að þarna útivistarsvæði og þetta er hugmynd sem að mér líst bara mjög vel á og hefur komið upp í umræðina áður og er bara mjög góð og það er verið að flytja efni þarna úr uppgröftum eða allavega áætla þannig að það ætti að vera nóg efni á svæðinu. En mér langar líka bara að tala það í nefndafundinum að við þurfum að skoða líka fjarlægja eins og gáms sem er þarna sem gat í gegnum hól og annað slíkt til þess að það er rauninni bara passa okkur á hættum sem geta skapast svo þegar hlutir búin að vera lengi út í náttúrunni. En í þessu samhengi líka þá langar mig til þess að bara ræða eins efnislosunar svæðin okkar. Þú veist, það er eitt þarna og svo hefur búið að vera efnislosun út í Sílavíkina fyrir neðan tjaldsvæðið. Og þetta er búið að vera í núna annað ár sem að þarna er búið að vera að setja efni og í rauninni gönguleiðin sem var frá leirinni eða frá tjaldsvæðinu út í Ægisíðu hefur verið ófær langan tíma vegna bara þessarar efnislosunar og drullu og annað sem er hérna í kring. Og mér langar til þess að bara ítreka það að það sé farið í að skoða hvort það sé ekki hægt að gera eitthvað gangstíg. Þú veist, ég gerir mig grein fyrir því að það þarf sig og alls konar og eitthvað sem ég hef ekki hundsvit á, þannig að það sé ekki hægt að vinna með svæði strax, en að það sé allavega hægt að auðvelda fólki að komast þarna á milli. Það eru margir sem hafa komið að mála við mig og sakna þess að þessi leið sé ekki fær. Þannig að óska eftir því. Síðan er annað skemmtilegt mál sem er næsta mál, sem númer 6, sem heitir útihyrslur í almenningsrýmum. Mér datt nú bara svona í hug að koma hér með orðaskýringu. Það er ekki farið að vera með geymsluskápa þetta bara gaman hvað tungumálið okkar er fjölbreytt og þegar það er verið að þýða úr erlendum tungumálum og þá kemur þarna upp útihirsla en þarna er verið að tala um rusladalla. Það er verið að tala um dalla hér við Nettó og annað slíkt og það er okkar yndislega umhverfisfulltrúi sem er ekki íslensku bergibrotin sem er að nýta nota tungumálið og translate og þetta alls saman og það kemur svona skemmtilegt út. Þannig að var það að stoppa við það og síðan hér í liðir 7 og 8, mér langar að taka það eins hérna saman, það er umferðaröryggisáætlun. Það stendur til að fara í endurskoðun umferðaröryggisáætlunar með aðstoð sérfræðinga. Við fengum 3 tilboð í verkið og það var lagt fyrir nefndafund 2. apríl síðastliðinn en hefur ekki ennþá verið tekin ákvörðun málið sem að taka svolítið langan tíma. En hversi niðurstaðan verður að þá við höfum verið að fá margar ábendingar undanfarið bara eitt og annað sem má betur fara í umferðaröryggismálum og meðal annars þarna númer 8 þar sem er ábending umferðaröryggi í Álaleiru og Hagaleiru og lagt til að það verði gerði botnlangi í enda Álaleiru þannig að sé ekki hringakstur þarna gegn. En það var ákveðið að vísa þessu í þennan farveg að fá í rauninni álit sérfræðinga því að það er ekkert endilega alltaf best að stoppa umferðina að gera botnlanga nema að sé hugsa þannig í upphafi því að það er ekkert snúningsplan í Álaleirunni fyrir það sem að myndi stoppa við Hagaleiru. Þannig að þá erum við komin að fólk sé kannski snúa við í bílastæðum húsana og það getur verið bara valdi hættu út af fyrir sig. En við þurfum samt að skoða þetta og ég er að finna lausnir og mér langar til þess að
nota þennan vettvang til að biðla til fólk sem að fara varlega hvar sem er hér í bænum. Það er mikið ungum vegfarendur sem eru komin að staða hjólunum sínum og oft mikið fjör og ekki verið að gæta að sér og þau koma út af götu bara óforvarendis, sem mann sletti nú hérna í dönskuna. En það er bara mikið tækifæri hjá íbúum hér til þess að draga á hraða í innanbæjarakstri og ég hvet fólk bara til þess að gera það. Og það er bara, getur þetta að setja krúsi að 30 sko, það er hérna ef maður á erfitt með þetta sjálfur. En það er mikið af bara okkur sjálfum sem getum horft í eigin barm og skrúa niður. En við þurfum að skoða lausnir og svo ég sagði það, botlangi ekki alltaf það sem að er best en við getum gert betur þarna. Eitt mál í viðbót, þetta var mjög flottur fundur umhverfis- og skipulagsnefndar, allt að gerast þar. Það er liður númer 11 sem er deiliskipulag við Hrollustæði og Tinna kom inn á það áðan hér í bæjarfulltrúin Tinna að það er margt spennandi að gerast og þarna er verið að byggja upp fjölnota íþróttaaðstöðu við Hrollustæði og það er bara mjög gaman að fylgjast með þeim krafti og elju sem er í gangi hjá ungmennafélaginu Vísi þessar myndir. Bara algjörlega frábært. Og eins og bæjarfulltrúin kom inn á þá er frábært að búa í dreifbýlinu og byggilega ennþá betra eftir að það er komin þessi íþróttaaðstaða og bara spennandi. En hins vegar þá er meiningamunur en eignarhald á landi í kringum félagsheimilið á Hrollustöðum. Og það er mál sem þarf að leiða til lykta sem allra fyrst og hefur náttúrulega átt að vera löngu búið. Þetta er bara margra ára gamalt mál og margir bæjarstjórar unnið að því að reyna miðlamálum og annað slíkt þarna. En umhverfis- og skipulagsnefnd óskaði eftir tillögum frá starfsmönnum næstu skref. Það sem að virðist að það þokist ekkert í samtölum við fólk og bara langa hríð og við bara getum ekki haldið svona áfram. Við þurfum að annarkvort, það þarf að setja eitthvað punkt og hvort sem það er að nú er ég bara að fabulera hvort sem það er dómsmáli eða hvort að það er samningar eða hvort að það er bara hreinlega að við yfirgefum þetta svæði og setjum hendur á eigendum svæðisins sem telja sig að deiliskipuleggja og taka þátt í því að búa til íbúðarsvæði í Suðursveit. Ég veit það ekki. En við verðum að, við getum ekki ítt þessu áfram fram á næsta kjörtímabil, þannig að ég bara brýni okkur öll í það að taka næstu skref. Takk fyrir Ásgerður. Við tökum tilmælin hraðan innanbæjar og þjóðvegunum almennt bara til okkur öll sömul. Takk fyrir það. En Sigrún, þú biðjum orðið ekki svöld. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Fyrst varandi fjallahjólabrautina og þessar hugmyndir sem komu, en það hefur verið heimilað eins og Ásgerður kom inn á efnislosun á svæðinu, gömlu fjallahjólabrautinni og það er þá áætlað að ný jarðvegsframkvæmdir fyrir nýja verslunarmiðstöð, að það efni sem kemur upp verði sett á brautina. Staðan er sú að framkvæmdaraðili er núna í samtali við jarðvegsverktaka að taka að sér verkefnið og ég er búinn að eiga samtal við framkvæmdaraðila og hann hefur tekið jákvætt í það að við munum þá reyna að losa efni með þeim hætti að það verði hentugt að móta þessa fjallahjólabraut í kjölfarið. En það eru kúnstænlegar reglur þar og það eru til fjallahjólabrauta hönnuðir og þeir hafa sína meiningar. En það eru góða fréttir í þessu líka, aðrar að vonandi hefjist við handa fljótlega og verður tekið fyrsta skóflustunga að nýri verslunarmiðstöð hérna. Varðandi göngustíginn, vinsæla göngustíginn okkar, út undir Hrossabitahólinu og út í Ægisíðu. Ég var síðast bara þarna í gærkvöldi. Stórkostlegt svæði og eiginlega bara alveg glata að leiðin sé ekki færari. Það er vissulega hægt að labba þarna framhjá þessum haugum núna en þetta er ekki eins og þetta á að vera og við verðum að laga þetta og það er búið að ræða þetta núna við okkar fólk og gott ef að sú vinna er bara ekki hafin við að
að reyna að koma þessari tengingu, stuttu tengingu á göngustíginn á aftur, svo að fólk þurfi ekki að labba hann gras og graslendi sem verður mjög, og almennt séð á þessum tíma bara mjög blautt, en það hefur náttúrulega verið bara blíða hérna síðustu 2 mánuði eða meira og jarðvegurinn ótrúlega þurr á meðan þess sem hefur verið síðustu ár. Varðandi umferðaröryggi þá höfum við og umferðaröryggisáætlun, þetta góð punktur og ég tek undir bæði með náttúrulega Ásgerði og líka með þér Gauti að sko umferðarhraðinn innan bæjar oft alveg óþolandi. Ég bý sjálfur við enda á götu á Fákaleiru og mér verður og óð þegar stóru bílarnir koma. Þetta barnahverfi og barnmarkhverfi og við höfum sannarlega verkavinni þarna. Við höfum verið að setja þrengingar á aðra götur og reyna að bregðast við en ég biðla eins og Ásgerður gerir til fólks að bara hægja aðeins á sér. Ég get nú verið óttalegu glanni bæði þegar ég utan bæjar og annað en innan bæjar sko, það sem eins og Ásgerður sagði bara maður veit ekki hvenær börnin koma. Og þannig að við þurfum endilega að hægja aðeins á þessu. Hugsa vel með hvað hætti við förum í þrengingar, lokanir, botlanga, að þetta sé hugsað alla leið og ég er mjög hlynntur því sem umhverfis- og skipulagsnefnd gerir að hugsa þetta heildstætt. Varðandi Hrollaugsstaði og eignarhaldið þar, að þá það vissulega rétt að það eru þarna landamerki eða þarna er lína, einhver hnitsetning sem að íbúar eiga eftir að samþykkja. Ég átti fund fyrir 2 vikum með íbúum og ég vonast til þess að geta leitt það mál til lykta mjög fljótlega og það verður mjög jákvætt, ekki síst í ljósi þess að það er hugur í Suðursveitungum að koma aftur heim og ég efast ekki að við getum gert eitthvað úr þessu landi. En þetta skiptir líka bara máli fyrir núverandi Hrollaugsstaði vegna þess að hluti hússins sko, við erum ekki með rétta skráningu á húsinu vegna þess að það er ekki rétt skráning á jörðinni og það hefur með brunabótamat að gera og ýmislegt slíkt sem við þurfum að klára. Takk. Takk fyrir Sigurjón. Við erum ennþá í fundargerð númer 1174, fundargerð bæjarráðs Hornafjarðar. 4. liður á dagskrá, fleiri sem vilja taka til máls. Svo ekki, því líki hér þærri umræðu og fundargerðin lögð fram til kynningar. Þá förum við í 5. lið á dagskrá. Það eru lagðar fram til 5. og 7. lið, eða 5. liður bæjarstjórn Hornafjarðar nr. 335. Hún hér lögð fram til kynningar. Sömuleiðis 7. liður, það bæjarstjórn Hornafjarðar nr. 334. Hún hér lögð fram til kynningar. Þá höldum við hér áfram dagskráni og það 7. liður á dagskrá. Það ársreikningur sveitarfélagsins Hornafjarðar fyrir árið 2024. En ársreikningur sveitarfélagsins Hornafjarðar fyrir árið 2024 lagður hér fram til síðari umræðu í bæjarstjórn. Engar breytingar hafa átt sér stað frá fyrri umræðu og ég býð hér Sigurjón Andersson bæjarstjóra koma hér og kynna þetta frekar fyrir okkur. Gjörðu svo vel Sigurjón. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það bara, Tjörfi ætlar að henda hérna upp á skjá fyrir ykkur, glæru. Það bara í útsendingunni. Jæja, allt í lagi. Þá set ég þetta upp á, lániði mér hérna skottið svo ég geti deilt þessu með ykkur. Já, þetta heitir Göndur. Það ég sem heitir þetta Göndur, já. Það með Göndurinn góði? Það þetta með, já, af hverju ekki? Já. En það bara með gleði í hjarta og stolti sem við leggjum fram hérna ársreikning 2024 til síðari umræðu. Reyna að fá tölvuna til að tolla hérna hjá mér, lánaði mér pennan hérna,
svo þetta, já, taka yfir. Þannig, já, nei, þetta er komið. Nú, niðurstaða ársins fyrir okkur, hún er afar jákvæð og hún er jákvæð sem nemur 756 milljónum í A og B hluta og eins og þið sjáið þarna þá er afkoman í A hluta 473 milljónir og í B hluta 283, samtals 756 milljónir. Nú eigið fé sveitarfélagsins í árslok nam 7 milljörðum króna rúmlega samkvæmt efnahagsreikningi fyrir A og B hluta og í A hluta nam eigið fé rúmlega 5,3 milljörðum króna. Áætluð lántaka á síðasta ári var 450 milljónir en ekki var gengið á þá heimild og það verður að teljast býsna sterk niðurstaða að skila þessari afkomu á meðan við það sem við erum að framkvæma og það sem er í gangi hjá okkur. Ef við sjáum síðan hérna tekjur og útgjöld þá sjáum við tekjurnar í A og B hluta á vinstri súlunum og gjöldin í A og B hluta hægra megin. En þarna sjáum við að rekstrar útgjöld þau eru að aukast 2,8% hjá okkur á síðasta ári á meðan að tekjuaukningin var 8,7%. Og það er mjög ánægilegt að sjá áfram þennan vöxt í tekjustofnum sem við höfum og að útgjöldin séu enn og aftur að hækka minna heldur en tekjurnar. Nú álagningarhlutfall útsvars hjá okkur var í lögbundnu hámarki 14,97% og fasteignaskatturinn í A-flokki var 0,41% en lögbundið hámark þar er 0,62% með álagi. Nú veltufé frá rekstri að það var verulega yfir okkar áætlunum og þessi lykiltala sýnir í raun og veru getu sveitarfélagsins til þess að standa undir framkvæmdum og fjárskuldbindingum. Og hvaða getu við höfum til þess að fjárfesta og borga af rekstri á þess að taka lán. Það er mjög ánægilegt að sjá að þetta er aukast á síðasta ári var veltufé frá rekstri 895 milljónir í A og B hluta. Þetta er A og B hluti þarna í þessari súlu. Og sem hlutfall af tekjum var þetta 16,4%. Við höfðum áætlaða 16,2% en hlutfallið var 16,1% árið 2023 og 14,6% árið 2022. Nú samhliða blómlegum rekstri þá höfum við verið að fjárfesta og við sjáum tvær súlur á þessari mynd ásamt mynd af okkar besta Sindrabæ, þar sem að framkvæmdir ganga mjög vel. En á vinstri súlunni að þar er áætlun ársins. Og það er A-hlutin sem er blár og B-hlutin er óranslitaður þarna. Við höfðum ætlað að fjárfesta í varanlegum rekstrarfjármunum upp á 1380 milljónir en við fjárfestum á síðasta ári 850 milljónir króna. Það eru nokkur stór verkefni sem að svona skýra að mestu leyti það að við náðum ekki að fjárfesta eins og við höfðum áætlað og þar vegur kannski þyngst að við erum komin styttra á veg með framkvæmdir við íþróttahús heldur en við ætluðum ásamt ýmsu öðru. En súlan þarna sem að sýnir 812 milljónir og sýnir síðan í raun og veru raun fjárfestingu í B-hluta sem mínustölu þarna niðri, að þetta er ekki alveg rétt, þetta kemur svona út vegna þess að fjárfesting í fráveitu á árinu 2023 var nokkuð mikil og þess vegna kemur endurgreiðsla til okkar inn á árið 2024. En raun fjárfesting sveitarfélagsins er 850 milljónir en ekki 812 eins og kemur fram þarna á súlunni hægra megin. Nú eins og ég nefndi áðan þá var engin lántaka á síðasta ári og skuldir sveitarfélagsins halda áfram að lækka. Blái hluti súlunnar er
A-hluti og þessi óranslitaði er B-hluti og við sjáum þá að langtímaskuldi sveitarfélagsins í árslok eru 820 milljónir króna og lækka mjög mikið á milli ára og mun meira heldur en afborganir af langtímaskuldum gerður ráð fyrir eða svo áætlun. En það skýrist af því að á síðasta ári lögðum við 18 íbúðir inn í leigufélagi Bríet, fengum eignarhlut í Bríet ásamt því að þau yfirtóku talsvert af lánum sem að fylgdu þessum eignum. Á myndinni hægra megin eru síðan afborganir eins og þær eru áætlaðar af langtímaskuldum okkar næstu ár. Nú ef við skoðum síðan skuldahlutföllin og skuldaviðmiðið, að þá sjáum við þarna að óranssúlan sem að hringur er dregin utanum er skuldahlutfall sveitarfélagsins í A- og B-hluta, það er 51%. Samkvæmt áætlun höfðum við áætlað að enda þetta síðasta ár eða þennan ársreikning hérna að vera með í áætlun 58% sem skuldahlutfall A og B en það endar í 51% og við sjáum síðan að skuldaviðmiðið í A og B er 25% hjá okkur í dag. Og við sjáum síðan ásinn hægra megin að við erum með prósentur sem sína alltaf 150% en þar erum við farin að tala um hámarks skuldahlutfall sveitarfélaga og ég geri ráð fyrir því að skuldahlutfall ef við tökum meðaltal allra sveitarfélaga landið fyrir árið 2024 þá er skuldahlutfallið í A-hluta einhvers staðar í kringum 110% má gera ráð fyrir, kannski rétt neðan við það, en skuldahlutfallið í A-hlutanum hjá okkur er 58% og þetta staðfestir bara enn og aftur hversu traustur okkar rekstur er og svona hversu vel hefur gengið líka hjá okkur í atvinnulífinu og svona efnahagslega. Þetta er ekki samt endilega alveg vísir að því að þetta ár verði eins í rekstri. Það er að koma hækkun á kjarasamningum við okkar náttúrulega langstærsta hóp starfsmanna sem að vegur þyngra inn í árið en við vonum líka að verðbólga haldi áfram að lækka og fari nú ekki af stað. Nú til gamans birti ég hérna síðan íbúaþróunina hjá okkur og þarna sjáum við íbúafjöldi þróun 2010 til 2025 og síðan fjöldi eða spá samkvæmt húsnæðisáætlun frá sveitarfélaginu 2025 til 34. Nú við sjáum að nú þegar ég tók stöðuna áðan og í dag erum við 2768 og við erum þegar orðin fleiri heldur en að miðspáin gerði ráð fyrir í okkar húsnæðisáætlun og það má velta því fyrir sér þarna hvenær við náum því að verða 3000 samkvæmt spánni húsnæðisáætlun þá er það í lok árs 2030 en það má alveg leiða líkur að því að það verði jafnvel fyrr hjá okkur og ég er ekki að draga þetta fram eins og það sé eitthvað sérstakt kappsmál en það er samt sem áður áhugavert að hafa þetta í huga, ekki bara hvað varðar húsnæðismálin heldur líka annan rekstur og innviði. En við viljum hafa þetta þannig hérna hjá okkur að við ráðum við hvernig er að fjölga hjá okkur og að þetta verði á forsendum verðmætasköpunar áfram. Nú, hérna eru síðan nokkri punktar. Það er samstæðu reikningurinn skilar 756 milljónum króna, A-hlutinn jákvæður 473, eiginfjárhlutfalli geysisterkt eða 72% og skuldaviðmið 17% og það hefur verið fjölgun samhliða verðmætasköpun. Nú við munum taka viðbygginguna við leikskólann í notkun
innan skams og eins og ég sagði áðan fór póstur í gær á foreldra og verður byrjað að flytja í næstu viku. Breytingarnar á Sindrabæ, þær ganga mjög vel. Húsi verður bara alveg stórkostlega flott og við hlökkum öll til að vígja það með pompi og prakt. Ég vonast til þess að hér á eftir verði umræða tengt íþróttahúsi og við getum komið því verkefni áfram ennþá frekar í kjölfarið og síðan eru fráveituframkvæmdirnar. Þær eru ennþá á fullu hjá okkur áfangi 4P, þar sem að við tengjum hérna í gegnum Sandbakkann inn á hreinsivirkið okkar út í Óslandi. Fyrstu lóðir í nýju Hagahverfi, þær munu koma til úthlutunar fljótlega og ég fékk 6 vikur sem svar í gær þangað til að við munum úthluta en því fyrr því betra af því að áhuginn er mikill. Nú við erum síðan að fá nýja slökkvibifreið bara til okkar núna í maí og ég held að sé bara verið að merkja hana svona as we speak og það er líka mjög ánægjulegt að efla öryggisviðbragðið okkar. Ég vil taka undir síðan með Tinnu þar sem hún ræddi dreifbýlið og ég vil nefna að starf íbúðaráðanna er stöðugt að verða markvissara og þessi rödd sem er að koma þaðan hingað inn á borð til okkar til ákvarðanatöku er alveg gríðarlega mikilvæg. Það er búið að ræða fjölnota íþróttavöllin á Hrollaugstaði. Það er frábært verkefni. Við erum síðan að færa meira líf í Gömlubúð og efla menningarmiðstöðina heilmikið. Síðan er það fjárfestingin í sjávarútvegi. Í fyrramálið verð ég reyndar á fundi hjá samtökum sjávarútvegssveitarfélaga þar sem ég sit í varastjórn og þar hefur við boðað þingmenn og ráðherra til okkar og þar hef ég sagt og get sagt enn og aftur að svona heildaráhrifin af þessu, ég hef ekki ennþá sannfæringu fyrir því að þau verði jákvæð og ég óttast að þau verði svona ákveðið högg fyrir sveitarfélag eins og okkar. En vonandi hef ég bara rangt fyrir mér. En það er mikið fjárfesting í sjávarútvegi og ætli að láta ekki nærri á síðustu 2 árum að fjárfestingin hérna hjá okkar fyrirtækjum nemi einhvers staðar rúmum 9 milljörðum og það munar minna. En nú er ekki með neina heimsendaspá í því efni vegna þess að við munum áfram eiga glæsilegan sjávarútveg, það er ég alveg vissum. Það var metfjöldi ferðamanna á árinu 2024 hjá okkur og þetta ár hefur farið mjög vel af stað. Það verður að segjast eins og er. Og uppbyggingin í Hoffelli, þar sem að Bláa lónið ætlar að koma og reisa baðlón inni við jökul, þar er aukinn kraftur komin í verkefnið og verkefnið er svona að komast af þessu fljótlega af þessu hönnunarstigi og fer að fara í hendurnar á þeim sem að þurfa að byrja að hugsa þetta framkvæmdalega og það er mjög, mjög ánægjulegt og svo er bara svo mikil uppbygging tengd ferðaþjónustunni hérna og gistirýmum hjá okkur er stöðugt að fjölga og það eru tæplega 3000 manns sem að sofa hér á gistiheimilum og hótelum á hverri einustu nóttu og svo er það bara þannig nótt eftir nótt. Það er glæsilegt en að sama skapi það sem við höfum áhyggjur af þar að það er hættulegasti staðurinn í Hornafirði sem er þjóðvegurinn. Það er bara þannig. En sem betur fer erum við að fá gríðarlega mikilvæga samgöngubót, nýjan fljótaveg. Það verkefni gengur mjög vel og þeir verktakinn er nú farin að tala um það að leggja slitla á veginn jafnvel bara mun fyrr og opna hluta áður en að það átti að afhenda veginn í lok þessa árs en þetta hefur gengið vel. Það sem hefur hins vegar ekki gengið jafnvel hingað til er barátta okkar fyrir því að fá hringtorg á veginn, það sem að liggur hérna frá Höfn og inn í Nes og það væri kannski að bera í bakka fullan lækinn fyrir mig að fara að rökstyðja það hvers vegna við viljum fá hringtorg á veginn en umferðin hingað hefur bara margfaldast og það er bara ekki kostur í okkar huga að setja þarna 2 T-gattamót og það eru góðar fréttir þar vegna þess að í morgun þá skrifuðum við undir samning við landeigendur að kaupa land undir hringtorg
og ég vil þakka bæjaráði kærlega fyrir að það er oft á tíðum mikill hraði þegar það þarf að taka ákvarðanir, kærlega fyrir að samþykkja það í gegnum tölvupóst að gera samninginn. En við sjáum hérna á myndinni þá hvernig þetta hringtorg mun liggja. Það segja liggur raun og veru þarna neðan á kortinu frá þéttbýlinu hérna á Höfn og kemur síðan yfir veginn og tengir inn í Nes og svo er þjóðvegur 1 sem að sker þá frá vinstri til hægri. Og þetta er talsvert ólík útgáfa þeirri sem að var hafnað af Skipulagsstofnun út af Gulstarafitjavistinni á sínum tíma og í raun og veru er þetta miklu eðlilegri lega á hringtorgi. Og eftir því sem ég veit best þá erum við núna mjög nálægt því að ryðja bara öllum hindrunum úr vegi og ég geri ráð fyrir því að framkvæmdir við þetta hringtorg hefjist strax. Og ég vil óska okkur öllum til hamingju með þennan áfanga. Þetta er búið að vera langt ferli, mikil barátta og það er afar ánægjulegt að við séum komin með þennan samning við landeigendur og við fáum þá landið sem að liggur þarna norðan við veginn og munum síðan selja það til vegagerðarinnar. Þetta er stórt skref, góða fréttir og mjög ánægjulegt að við séum hérna. Og ég vil hrósa alveg sérstaklega, ef ég má orða það þannig, mínu fólki og þar fara fremst í flokki 3 sviðsstjórar sem hafa verið að vinna þetta mjög þétt með mér. Það er Bartek Andrésson Kass, Brynja Dögg Ingólfsdóttir og Jóna Benný Kristjánsdóttir og þetta er búið að taka náttúrulega óþarflega langan tíma. Við hefðum kosið að þurfa ekki að vera að taka þennan slag og standa í þessari baráttu svona lengi, en þetta var það sem var í boði og það er mjög ánægjulegt að við horfum nú fram á það að framkvæmdir hefjist við hringtorg hérna á vegtenginguna inn í Nes frá þéttbýlinu hérna á Höfn. Að því sögðu þá bara vil ég líka þakka samstarfið við KPMG gerð ársreikning og að sjálfsögðu starfsfólki fjármálasviðsins fyrir þeirra vinnu við þetta og þar eru Hafdís og Anna Lilja og Valdís fremstar í flokki og og legg þennan ársreikning hérna þá fram til samþykktar. Kæra þakkir. Takk fyrir, Sigurjón. Ganni, er þessi mynd ennþá lifandi í netinu? Nei. Okay. Erum við búin að fá það samt á hreint hvað þetta heitir? Nei. Það er góð spurning. Þurfum eiginlega að varpa þessari spurningu út í kosmósið. Þetta er út í Papós, er það ekki? Þetta er þetta gjá eða rennu eða hvað við kalla þetta. Það þurfum að fá, ef Tjörvi búin að setja þetta aftur á netið, já. Ef íbúar vita nafnið á þessari gjá eða rennu sem er út við Papós, þá væri forvitnilegt að fá bara komment á það hérna inn á einhverju Facebook síðu sem ég veit að það er allir tengdir þar. En þakka þér fyrir Sigurjón, fyrir góða yfirferð. Ég legg hér fram, það er býð hér orðið laust ársreikningi fyrir árið 2024. Orðið laust, gjörðu svo vel. Ásgerður. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég skil bara ekkert í bæjarfulltrúum að standa ekki upp og hversu hljóð, sko. Þetta er, held ég, kannski 15. skipti sem að ég get fagna góðum ársreikningi hjá Sveitarfélaginu Hornafirði. Nei, þetta er mjög góð niðurstaða sem að byggir þetta á hærri tekjum og lægri gjöldum heldur en áætlað var. Sölu eigna sem ekki var gert ráð fyrir í fjárhagsáætlun og svo minni framkvæmdum heldur en gert var ráð fyrir. Og það er auðvitað alltaf þannig að í fjárhagsáætlun það er ákveðnir þættir og síðan er veruleikinn annars.
Og þetta bara frábær niðurstaða fyrir árið 2024 sem að veitir okkur auki svigrúm á þessu ári og eins og bæjarstjóri kom inn á þá eru áskoranir framöndan og bara við erum strax búin að gera viðauka varðandi þessa kjarasamningana sem gerði voru og það má alveg leiða því líkum að þegar næstu samningar losna þá verði ákveðin svona áskorun að klára það því að auðvitað vitum við það að við erum tilbúin til þess að takast á við leiðréttingar og annað slíkt á ákveðnum tímapunktum og síðan þegar þær eru komnar í gangi að þá náttúrulega verður ákveðin flæði en bara vonandi að þá næst að vinna það bara með skynsamlegum hætti og ég bara hef trú á að Íslendingar geri það, ekki bara tala við þá í heild sinni. En þetta náttúrulega það þannig að kom fram að framkvæmdir voru þarna rúmar milli 800 og 900 milljónir og sem að bara í takt við veltu rekstri og gott að þurfa ekki að taka lán til framkvæmda en auðvitað jafnvægi þarna er mjög gott en auðvitað það minnkar þörf á lántöku en við erum farin í það núna og það bara já, það var nú gott að Tjörfi ekki að sýna á skjánum hérna hjá okkur við lendum inn á Facebook síðu bæjarstjóra en ég tók ekki nóg snöggt eftir því til þess að geta vitað hérna hér nei, þetta alltaf að leysast upp í eintóma vilsu hérna en svona kannski loka orðin þessa tölu hér að við getum verið stolt af þessari niðurstöðu og hún skapar svigrúm fyrir okkur á þessu ári. Og þetta auðvitað sem við þurfum samt að hafa í huga ákveðnar einskiptis aðgerðir sem þarna voru sem að bæjarstjóri kom inn á en léttir auðvitað líka á rekstri sveitarfélagsins að íbúðir fóru yfir til leigufélagsins Bríetar, skapar hér ákveðin leigumarkað sem að hefur verið skortur á og þannig að það er margt gott en við þurfum líka að vera meðvituð það að það eru ákveðnar svona aðstæður sem sköpuðu þessa niðurstöðu en nýtum hana vel og nýtum hana skynsamlega. Takk fyrir Ásgerður. Það var ok. Ég ætlaði að segja brandarann göndulinn en bara sleppa því. Göndullin var tengdur ennþá. Sorry. Herðu, orðið laust áfram, gjörðu svo vel fyrirgefið. Við erum að ræða hérna ársreikning, ekki göndla. Það ársreikningu fyrir árið 2024. Fleiri sem vilja kveða sér hljóðs. Svo ekki. Því ætla ég að leggja hér til að hann verði borinn hér upp til atkvæða. Þeir sem eru honum samþykkir vinslast gefa merki. Hann ársreikningur fyrir árið 2024 samþykktur samhljóða. Þá förum við hér lið nummer 8, það eru viðaukar við fjárhagsáætlun fyrir árið 2025, viðauki nummer 4 við fjárhagsáætlun 2025 vegna styrks til ungmennafélagsins Vísis vegna uppbygginga fjölnota íþróttavalla að upphæð 7 milljónir króna hér lagður fram til umræðu og samþykktar. Í viðaukanum gert ráð fyrir auknum kostnaði í sameiginlegum liðafjárhæð 7 milljónir króna og viðaukinn mun hafa áhrif til hækkunar og öðrum rekstrarkostnaði. Viðauka mætt með handbæru fé að krónur 7 milljónir og handbært fé lækkar því úr krónum 30 milljónum í krónur 23. Ger hér orðið laust þennan viðauka nummer 4. Gjörðu svo vel. Það kveður sér engin hljóðs til leggja til að viðauki nummer 4 verði samþykktur og vinslast gefa okkur merki þessum því samþykkir. Hann samþykkt með 7 atkvæðum. Þá förum við hér í 9. lið á dagskrá, það íþróttahús hönnun og hér lögð fram tillaga stýrihóps nýtt íþróttahús. Í samræmi við niðurstöðu stýrihópsins þá þarfagreiningu sem hefur verið unnin síðustu ár og í samræmi við gildandi skipulag leggur stýrihópurinn til við bæjarstjórn að samþykkt verði að fara í framkvæmd á nýju íþróttahúsi við Víkurbraut. Í fyrsta áfanga verði farið í lagningu gervigras, breytingu á núverandi íþróttahúsi til að mæta þörfum fimleikadeildarinnar sem og í byggingu íþróttahús.
Einnig leggur hópurinn til við bæjarstjórn að bæjarstjórn feli stýrihópnum að kanna með hvaða rekstrar fyrirkomulagi væri hagkvæmast að standa að framkvæmdinni. Eyrún hefur ekki beðið orðið, gjörðu svo vel, annars orðið laust hér eftir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Á þar síðasta fundi bæjarstjórnar, þann 10. apríl síðastliðinn, kom fram skýrt ákall frá fulltrúum B-lista að tekin yrði afdráttarlaus ákvörðun staðsetningu íþróttahúss. Ég satt með segja skil þá beiðinni ósköp vel, þar sem það bara nauðsynlegt að geta tekið skref áfram í þessu ferli og haldið áfram með mikilvæga uppbyggingu sem legið hefur ljóst fyrir í mörg ár að aðkallandi fyrir íþróttastarf og lýðheilsu samfélagsins. Því liggur fyrir hér tillaga stýrihópsins byggingu nýs íþróttahúss að bæjarstjórn samþykki að farið verði í fyrsta áfanga íþróttamannvirkja við Víkurbraut. Í þeim áfanga verði lagt gervigras, reist íþróttahús með stúku og farið í endurbætur á núverandi íþróttahúsi til að mæta þörfum fimleikadeildarinnar. Með þessum framkvæmdum verður stigið stórt skref í að koma á fullnægjandi íþróttaaðstöðu fyrir blómlegt og vaxandi sveitarfélag. Þá fylgir einnig í tillögunni að stýrihópnum verði falið að skoða kosti og galla ólíkra fyrirkomulaga við framkvæmdina, svo hægt sé að framkvæma hana með sem hagkvæmustum hætti. Það þó, líkt og áður hefur komið fram hér í pontu, ærið tilefni til þess að fara yfir af hverju við teljum þessa staðsetningu besta. Og á sama tíma hægt að veita svör við því af hverju við höfum ekki farið í neina frekari vinnu til að kanna með hvaða hætti mætti byggja við núverandi íþróttahús. Við höfum skoðað öll möguleg sjónarmið við báðar staðsetningar og það alveg ljóst að báðar útfærslur hafa ýmsa kosti og einhverja galla. Varðandi kosti við byggingu mætti nefna þá að helst nefna að öllum líkindum náist ákveðin rekstrarhagræðing við að byggja við húsið, hvað varðar starfsmannahald og tækjabúnað líkt og starfsfólk hefur bent á. En eins og hefur komið fram eru afar mörg sjónarmið sem að skipta máli í ákvörðun af þessari stærðargráðu. Líkt og áður vil ég því þakka öllum sem hafa komið að málinu með einum öðrum hætti og nýtt sína þekkingu og reynslu til að koma með ábendingar. Þau sjónarmið sem vega hvað þyngst í fulltrúa meirihluta bæjarstjórnar eru fjölmörg, en það sem ræður hvað mestu í ákvörðunartökunni er sterk og öflug framtíðarsýn fyrir íþróttastarf barna og fullorðina og svæðið í heild sinni. Að okkar mati mun íþróttahús við Víkurbraut skapa betri heildarásýn svæðisins, varðveita þau gæði sem felast í miðsvæðinu okkar allra og þjóna hagsmunum allra íþróttagreina en jafnframt bæta aðstöðu fyrir knattspyrnudeildina til muna samanborið við viðbyggingu. Það er einfaldlega kominn tími til þess að íþróttamannvirki í þessu sveitarfélagi séu hugsuð til lengri tíma. Eitt mesta framfæra skref í íþróttamannvirkjum var bygging Bárunnar, sem að ekkert okkar myndi vilja vera án og hefur verið lykil þáttur í þeirri íþróttaiðkun sem hér er stunduð af krafti. Hins vegar er það staðreynd að hún uppfyllir ekki þær kröfur sem gerðar eru til keppnisvalla. Eins má segja núverandi íþróttahús sem þjónustar þær fjölmörgu íþróttagreinar sem hér eru stundaðar. En líkt og Báran þá uppfyllir núverandi húsnæði ekki þær kröfur sem gerðar eru til keppni í hinum ýmsu greinum. Þetta gerir það verkum að nær engin deild getur boðið heim í keppni nema á undanþágum með tilheyrandi auknum ferðalögum og ferðakostnaði sem að því lýst. Við þurfum því að hafa sterka framtíðarsýn að hér muni íþróttalíf og tómstundaiðkun blómstra, bæði í íþróttamannvirkjum og miðsvæðinu í heild sinni. Sem að leiði mig kannski aftur að bókun bæjarfulltrúans Ásgerðar Kristínar Gylfadóttur og þar síðasta fundi bæjarstjórnar sem og bókun fulltrúa B-lista í stýrihópnum Björgvins Óskars Sigurjónssonar frá síðasta fundi hópsins. Í báðum tilvikum kallað eftir því að farið sé í greiningavinnu til að skoða með hvað hætti væri hægt að útfæra viðbyggingu við íþróttahús með hagkvæmum hætti. Það er ljóst í fulltrúa meirihlutans, bæði í stýrihópnum og hér í bæjarstjórn, að engin útfærsla viðbyggingar muni ná fram þeirri framtíðarsýn fyrir svæði í heild sinni sem við teljum mikilvægt að sé hér í forgrunni. Sá tími þar sem að framtíð íþrótta og íþróttamannvirkja líði fyrir skammsýni í ákvörðunartöku er einfaldlega liðin. Takk. Takk fyrir. Eyrún, orðið er laust. Fleiri sem vil taka á. Björgvin, gjör svo vel. Forseti, góði bæjarfulltrúar, ég ætla nú kannski að byrja á að
leiðrétta Eyrúnu hérna, það sem byrjaði á. Á þar seinasta bæjarstjórnarfundi var ekki kallað eftir ákvörðun staðsetningu, heldur var óskað eftir svari hvort að viðbygging við núverandi íþróttahús yrði tekin til skoðunar út frá sömu forsendum og unnið var með varðandi stakstætt hús. Svo það sé á hreinu. En hérna, en ég ætla svo sem ekki að hafa mikla langlóku þetta varðandi mál hér. Ég held að flest, ef ekki öll rök, mín með viðbyggingu við núverandi íþróttahús sem hafa komið fram bæði í greinaskrifum, bæjarstjórnarfundum, íbúafundum og víðar eigi ennþá við. Ég lagði fram bókun þess efnis á seinasta fundi stýrihópsins eins og Eyrún minntist á. Og ég mun sitja hjá varðandi samþykki á að fara í framkvæmd á nýju íþróttahúsi, en það hefur ekki komið fram að ég hafi ekki óskað eftir öðru en að viðbygging við núverandi íþróttahús sé tekin til skoðunar út frá sömu forsendum og unnið var með varðandi stakstætt íþróttahús. Það væri til þess að við og íbúar allir gætu borið betur saman kosti og gallar hvorra staðsetningar fyrir sig og tekið þannig upplýsta ákvörðun út frá sambærilegum gögnum. En aðeins varðandi þessa bókun sem meirihluti stýrihópsins lagði fram á seinasta fundi hans, en í henni kemur fram að stýrihópurinn leggi til við bæjarstjórn að bæjarstjórn feli stýrihópnum að kanna með hvaða rekstrarfyrirkomulagi væri hagkvæmast að standa að framkvæmdinni. Í lok fundargerðarinnar kemur hins vegar fram að bæjarstjóri hafi þegar óskað eftir því við KPMG að þeir kanni kosti og galla mismunandi rekstrarfyrirkomulags við byggingu íþróttahússins. Þetta kom einnig skýrt fram í máli bæjarstjóra á kynningu nýs íþróttahúss fyrir starfsfólki grunnskólans sem var í vikunni. Þarna finnst mér meirihlutin vera í mótsögn við sjálfan sig. Ég hefði haldið að ákvörðun þetta hefði átt að gera að frumkvæði stýrihópsins alls, en ekki einhvers staðar á bak við tjöldin eins og virðist hafa verið gert. Það var líka athyglisvert að heyra bæjarstjóra á þessum sama kynningafundi að hann vonaðist eftir því að jarðvegsskiptið að grundun fyrir nýju íþróttahúsi gæti hafist í haust. Hingað til hefur verið talað að hönnun og undirbúningur svona stóra framkvæmdar taki hátt í 1 ár. Yfirleitt byrja menn ekki á jarðvegsskipti með grundun húsins fyrir en búið að hanna það. Því spyr ég bæjarstjóra, byrjað að fullhanna húsið án vitundar allra í stýrihópnum og þá spyr ég hversu langt sú hönnun komin. Takk fyrir. Takk fyrir Björgvin. Fleiri sem vilja leggja orð í belg áður en ekki Sigrúnu kost á svar? Nei, Ásgerður var búin að veifa. Já, gjörðu svo vel Ásgerður. Það eru örugglega fleiri spurningar Sigrúnu til að svara. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Já, ég tek nú bara undir með bæjarfulltrúanum Björgvin Óskari hérna með það að það var ekki rétt sem að Eyrún bæjarfulltrúar fór með hér í upphafi að það hefur verið óskað eftir að það er tekin ákvörðun, sko. Það var óskað eftir svari við spurningu sem var búin að liggja frammi síðan í febrúar, þannig að hérna, svo það sé nú bara sagt. En ég vil líka taka undir bókun bæjarfulltrúans Björgvins Óskars, það sem hann lagði fram í stýrihópnum að hann harmi það ekki að verið farið í skoðun af viðbyggingu við gamla íþróttahúsið. En ég ætla ekki heldur að hafa fleiri orð en það, enda hafa þau sjónarmið sem við höfum bent á verið endurtekin oft hér í pontu, án þess að það sé tekið tillit til þeirra á nokkurn hátt. Annað sem að mig langar til þess að nefna hér að finnst alveg ótrúlegt að lesa og bókunin sem að forseti fór með hér í upphafi málið að það eins og það sé tveir í þessum stýrihóp að það bara eins og bæjarfulltrúi minnihlutans sé ósýnilegur því að það lagt fram hér að stýrihópurinn leggja þetta til. Lesið fundargerðina. Það gengið til atkvæða. Það eru tveir sem að samþykkja bókun í fundargerðinni og það einn sem að situr hjá. Þannig að þetta ekki bókun stýrihópsins, þetta bókun meirihlutans í stýrihópnum. Þannig að það bara, það ekki einu sinni, að það sé bókað almennilega. Þetta svona hesta sín á þetta, það bara
Já, ég ætla ekki að segja meira um þetta því að ég kem inn að það hérna í ræðinni svo sem. En ég ætla að nota tíman til að fjalla um aðra þætti þessa máls. Í þessari ósk sem kemur hér fram er lögð fram, en ég skil það rétt, áfangaskipting. Þar sem í fyrsta áfanga verði farið í lagningu gervigras, breytingu á núverandi íþróttahúsi til að mæta þörfin fimleikadeildarinnar sem og í byggingu íþróttahús sem að meirihlutinn telur sig geta framkvæmt fyrir tæpa 2 milljarða króna með það sem hefur verið lagt fyrir okkur. En mig langar að spyrja, er endurnýjun eða lagfæring á frjálsíþróttaaðstöðu inn í þessum tölum eða teljið þið að lagning gervigras og framkvæmdir við íþróttahús og Sindravöllum mun ekki kalla á lagfæringu á hlaupabrautinni í kringum völlinn, tartanið. Í fjárhagsáætluninni er þessum fjármunum, 2 milljörðum, dreift á 4 ár frá 2025 til 2028. Er þá áætlað að fyrsti áfangi taki 4 ár í framkvæmd. Það dylst engum sem kynni sér málið að framkvæmda þessari stærðargráðu er bæði fjárhagslega og samfélagslega risastórt verkefni fyrir sveitarfélag og okkar stærð. Þó að okkur fjölgi hraðar heldur en miðspá þarna þá erum við ekki í 3000 manns fyrir en eftir svolítinn tíma. En það veldur mér áhyggjum að í þeirri vinnu sem hefur farið fram hefur ekki verið haft viðeigandi samráð við þá sem þekkja best daglega nýtingu og rekstur slíks mannvirkis, þar að segja forstöðumann íþróttamiðstöðvar, fulltrúa grunnskólans og íþróttafélaga á svæðinu. Aðilar hafa verið boðaðir á fund og þar hefur farið fram samtal sem að getur verið mikilvægur hluti af upplýsingagjöf og samskiptum, en bindur ekki stjórnvöld til þess að hlusta á eða taka mið af sjónarmiðum þessar aðila. Bara alveg eins og komið hefur fram í ræðum og bókunum og öðru slíku, þá hefur farið hér fram á ákveðna þætti, en svarið sem kemur við því er bara við ykkur allt öðru. Ég var ekki að spyrja um það hvar ætti að fara í framkvæmdirnar, heldur var ég að óska eftir því að viðbygging er tekin til skoðunar, en bæjarfulltrúinn Eyrún Fríða sagðist vera að svara þeirri spurningu hér með allt öðru svari heldur en sem óskað var eftir. Samráð er aftur á móti formlegt ferli sem miðar að því að safna umsögnum og sjónarmiðum áður en ákvörðun er tekin, þar sem sjónarmið eru metin og ger grein fyrir því hvernig tekið er tillit til þeirra. Ég hef ekki séð fjallað slíkt mat á sjónarmiðum sem kom fram frá þessum aðilum á fundum eða eftir kynningar sem fóru fram með glærusýningu hér fyrir ýmsa hagsmunaaðila. Og ég náttúrulega sit ekki í stýrihópnum, en ég sé hvorki í fundagerðum eða í bara samtali eða öðru sem hefur farið fram og svörum bæjarfulltrúa hér, að þá hefur ekki verið farið fram, eða þá er ekki komið fram að það hafi verið, sjónarmiðin hafi verið metin og gerð grein fyrir því hvernig tekið tillit til þeirra. Fyrir það vinnu sem framundan vil ég ítreka og leggja áherslu á að samráð sé hægt við hagsmunaaðila, svo sem forstöðumann og starfsfólk íþróttamiðstöðvar, skólastjórnendur og starfsfólk grunnskólans og fulltrúa íþróttafélagsins. Þetta eru lykilaðilar með þekkingu og reynslu sem geta haft úrslita áhrif á það hvernig aðstæðan er hönnuð og nýtt. Þeir sem þekkja besti daglega starfsemi og þarfa þeirra sem munu þá nýta íþróttahúsið, og þess vegna er brýnt og ég ætla að endurtaka og rökstyðja það að það sé haft samstarf við starfsmenn íþróttamiðstöðvar þar sem þeir hafa innsýn í tæknilegar og hagnýtar þarfir mannvirkisins og rekstrarlega þætti. Fulltrúa grunnskólans komi að ferlinu, enda mun skólinn væntanlega nýta aðstöðuna sem mest, bæði markvisst og reglulega. Auk þess sem fyrirhuguð stækkun skólans er á sama svæði og starfsmenn hans eru sérfræðingar í skólamálum og þá ekki síst hvað varðar skólalóð og umhverfi skólans. Íþróttafélagin á svæðinu, þau eru líka lykilaðilar þarna og þau standa að skipulögðu íþróttastarfi og þau þurfa að vera virkir þátttakendur í mótun verkefnisins og ráðgjöf þarfir notenda. Ekki bara að þau fái kynningu, heldur að það sé tekið tillit til og það sé metið og það sé farið í gegnum þeirra athugasemdir og áhyggjur og ábendingar. Þessi aðkoma tryggir að uppbyggingin nýtist sem best og stuðli að sem víðtækastri sátt og að mannvirki verði í raun svo samfélagslega fjárfesting sem við viljum að hún sé. Því að við deilum ekki það að það eigi að fara að byggja íþróttahús. Við erum að deila á það að það sé ekki tekið tillit til þess að það sé tekin upplýst ákvörðun staðsetninguna.
Og hvað varðar samráð við íbúa, þá er það þannig að samkvæmt 10. kafla laga nr. 138 frá 2011 við sveitarstjórnir ber sveitarstjórn að hafa samráð við íbúa mikilvæg mál sem það varðar. Uppbygging íþróttahús dæmi slíkt mál, enda hefur verkefni af þessari stærðargráðu áhrif á daglegt líf, fjármál sveitarfélagsins og þjónustu við íbúa. Þó að hér séu kjörnir fulltrúar, þá er þetta mál af þeirri stærðargráðu að það krefst samtals við íbúa. Og það má bara líka einnig velta sig fyrir hvort það sé ekki bara lýðræðisleg réttindi samkvæmt stjórnarskrá að eiga samráð við íbúa mála þessari stærðargráðu. En stjórnarskráin kveður á lýðræðislegt stjórnarfyrirkomulag og tjáningafrelsi og þegar er að ræða verkefni sem hefur umtalsverð áhrif á umhverfi og daglegt líf íbúa ber að tryggja þátttöku og aðgang almennings að ákvarðanatökunni. Slíkt samráð og samvinna er ekki aðeins lagalega æskileg, heldur eykur hún einnig traust, bætir ákvarðanir og styður við sátt. Samráð eykur gagnsæi og skilning á tilgangi og kostnaði verkefnisins. Það er hægt að fá fram gagnlegar ábendingar sem geta bætt framkvæmdina og minnka kostnað. Það eru minni líkur á deilum eða töfum þegar hagsmunaaðilar og íbúar fá tækifæri til þátttöku og það tekið málefnaleg umræða og afstæða til ábendinga þeirra. Tryggja þarf að sjónarmið þessara hagsmunaaðila séu skráð, metin og nýtt til úrbóta áður en framkvæmdir hefjast. Ef það er hlustað eins og það er hlustað á okkur fulltrúa minnihlutans hérna, þá er nú ekki víst að það hafi mikið farið til skila sér til fulltrúana í stýrishópnum. En fyrirhuguð uppbygging íþróttahús hér á Höfn í Hornafirði er eitt umfangsmesta einstaka verkefni sveitarfélagsins á næstu árum. Slíkt verkefni kallar á gagnsæi, samvinnu og virðingu fyrir áhrifum á daglegt líf og fjármál sveitarfélagsins. Samráð við íbúa og hagsmunaaðila er því ekki einungis lagaleg skylda heldur einnig bæði skynsamlegt, sanngjarnt og lýðræðislegt skref sem ætti að taka. Takk fyrir Ásgerður. Eyrún hefur biðið orðið ekki svo vel. Forseti og ágæti bæjarfulltrúar. Það er áhugavert að heyra að við upplifðum þar síðasta fund bæjarstjórnar ekki með sama hætti. Hér sátum við og ég minnist þess að bæjarfulltrúin Ásgerður Kristín kom hér í pontu og spurði eigum við ekki einfaldlega bara að kjósa þetta. Það má vera að það hafi verið misskilningur á minni hálfu að túlka það sem einhvers konar kröfu skýra ákvörðun, þá biðst ég forláts. Varðandi bókunina og það orðalag sem lagt var fram í stýrihópnum, þá má bæjarfulltrúin Björgvin Óskar einfaldlega leiðrétta mig ef það var rangt að það orðalag hafi ekki verið borið undir hann allavega tvisvar. Þar sem eða sjálfsögðu skrifa ég tillögur í nafni stýrihópsins í heild sinni. Ég bauð honum að gera athugasemdir við það og lagfæra ef hann væri ekki sáttur við það, hann kaus að sitja hjá. Þetta er ekki þessi meirihluti að fara fram með einhverjum hætti, enda trúi ég því að samráðið og samstarfið í þessum stýrihópi hafi verið til fyrirmyndar. Svo er það hins vegar þessi hugmynd sem við höfum kannski rætt hvað oftast núna. Hvað er samráð og sjónarmið? Eðlilegt náttúrulega vissulega að taka þetta allt í greina, en það að við getum farið að skila inn einhvers konar svörum eða mögulegum viðbrögðum í húsi sem hefur ekki verið hannað yfir öllum heimsins sjónarmiðum er erfitt. Sjónarmiðin sem hafa komið fram hafa verið skipulagseðlis, við höfum rætt skuggavarp og vindáttir, við höfum rætt hvar geti unglingarnir skilið eftir skóna sína með ábyrgum hætti, við höfum rætt fjölda, klefa og ýmiss konar. Það ekki einfaldlega svara þessu með ábyrgum hætti og opinberum hætti í húsi sem ekki er hannað er einfaldlega ómögulegt og ekki ábyrgt hvað mér finnst. Ég var spurð hérna áðan og sökuð það hafa ekki svarað spurningunni af hverju við hefðum ekki einfaldlega viljað skoða viðbyggingu. Ég kom vissulega inn á það í ræðu minni hérna áðan af því að það er engin útfærsla á viðbyggingu sem mun vernda þessi gæði sem okkur finnst mikilvægt að verja á miðsvæðinu. Það er ekki hægt að byggja viðbyggingu við íþróttahúsið án þess að fórna gæðum sem að þessi meirihluti einfaldlega hefur ekki áhuga á að fórna. Þess vegna var ekki farið í að skoða viðbyggingu. Þetta er einfaldlega pólitísk ákvörðun sem að við höfum ólíkar skoðanir á. Það að gera einhvern veginn skóinn að því að þetta sé ekki upplýst ákvörðun þykir mér ekki vel gert, þar sem að sjálfsögðu er þetta upplýst ákvörðun. Við höfum rætt þetta við alla
Frábið með það einhvers staðar hafi verið stjórnarskrá varið tjáningarfrelsi íbúa heft með einhverjum hætti þar sem að viðvarandi samráð við íbúa og alla hagsmunaaðila í þessu máli hefur verið í gangi í 6 ár. Þetta er upplýst ákvörðun. Þetta er pólitísk ákvörðun. Hún byggir á sjónarmiðum allra hagsmunaaðila og ég held að ég geti bara kosið já við þessari ákvörðun og staðið stolt á bak við það. Takk. Takk fyrir Eyrún, Hjördís þarna var búin að veifa og Sigurjón og fleiri, jafnvel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Ég veit ekki alveg hvað ég að byrja, en sko það er búið að rökræða þessa staðsetningu, ég veit ekki alveg hversu oft og já, ég vil bara segja það, en þannig ég ætla nú ekki að fara í það allt saman sko, en að halda því fram með það að sko mótrök og umsagnir frá hagsmunaaðilum svona séu bara hunsuð, það er bara ótrúlegt, en ok, þannig er það, en hérna, svo við fyrir líka í málið sem að Björgvin leiðrétti og svo Eyrún leiðrétti eða hvað, hérna í umræðu áðan, með varðandi ákvörðun á síðasta fundi, þá var það bara bæjarfulltrúi Ásgerður Kristín sem að fór fram á það að ég myndi svara því, hvort að það væri búið að taka ákvörðun staðsetninguna eða sé, og hvort að ég geti þá staðfest það að svo væri. Og það er til á upptöku ef að fólk vil skoða það tilbaka. Rökin náttúrulega eins og ég sagði hann hefði búið að fara, ég veit ekki hvað margar hringi, samráð og samtal og hvað er samráð og hvað ekki, þú veist, Ásgerður kom með einhverja skilgreiningu á samráði hér áðan og bara besta mál. Við verðum að hafa í huga líka að sko, þó svo að fólki vanti rosalega eitthvað til þess að vera á móti, þá er samt ekki búið að hanna húsið. Það er ekki búið að fara í alla þætti sem allir hagsmunaaðilar sem eru að nota húsið og reka húsið og bara allir aðilar sem að koma þar að. Það er ekki búið að fara í þessa þætti. Það er eins og að búið að taka pólitíska ákvörðun hvar húsið var staðsett með framtíðarsýn í huga. Framtíðarsýn sem að tekur tillit til allra þáttarna sem við erum búin að ræða skólans, uppbyggingar hans, sundlaugarinnar, heildarmynd svæðisins, framtíðarsýn, ekki horfa á okkur vantar á þetta núna, byggjum bara hérna eitthvað smá, þau veist að redda þessu. Við ætlum bara að byggja alvöru flott íþróttahús sem passar fullkomlega inn í heildarmyndina þegar allt annað er tilbúið sem við sjáum fyrir okkur. Við gerum þetta ekki alltaf á sama tíma, en við hljótum að geta horft lengur en framfyrir nefið á okkur. Og það er búið að tala skuggavarp og svona hanga á svona alls konar rökum, eins og það hafi verið svona stórt atriði sko, að við viljum ekki varpa einhverju smá skugga á Sundlaugagarðinn. Ég sem tíðugestur Sundlaugarinnar, bara svona að því að það er búið að taka þessu rök oft svona út, ég hef ekkert sérstaklega áhyggjur af smá skuggavarpi sko. Heldur að ég áhyggjur af upplifun sundlaugagesta. Það er svolítið mikill munur að vera í sundi þar sem að þú ert með risavaxið íþróttahús við sundlaugagirðinguna. Ég sé alveg fyrir mér mögulega seinna ef að það fellur inn í þá hönnun að verði eitthvað byggt á því svæði. En það er hægt að hafa mun lágstemmdara og minna yfirgnæfandi heldur en heilt íþróttahús og þannig halda áfram öllum sömu gæðum svæðisins. Ég næ bara ekki alveg að fólk get ekki séð þetta svona langt, en ég skil samt líka alveg að fólk verður að hafa eitthvað til að tala um. Takk fyrir mig. Takk fyrir Hjördís, Sigurjón. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Mér var litið hérna út úr gluggann, ég horfði út í Sundlaugagarðinn og hérna ég tek undir með Hjördís að því leyti að mér finnst sko, nú erum við búin að skoða staðsetningar á íþróttahúsi nokkuð lengi og laða fram kosti og galla og það er alveg sama
alveg sama hversu oft ég kem að þessu og fer að velta fyrir mér hvort það séu kosti við það að byggja við núverandi íþróttahús og alveg onni í sundlauginni með tilheyrandi raski, færslu á fótboltavelli, framkvæmdum á sundlaugasvæðinu á framkvæmdatíma akkurat í gönguleiðinni á milli skólana og svo framvegis með framtíðar uppbyggingu svæðisins í huga. Þá finnst mér alveg trillt að einhvern veginn að þetta séu rök fólks að þetta sé betra svæði. Ég sé það ekki, en það má vera að þarna sé eitthvað sem ég kem bara ekki auga á. Nú, varandi samráðið og samtalið að þá var náttúrulega stýrihópurinn búinn að vera að störfum í næstu því 1,5 ár og hefur talað við alveg ofboðslega mikinn fjölda haghafa og hagsmunaaðila, en á þeim tíma líka alveg augljóst að það eru bara skiptar skoðanir og við erum nú frekar sammála hér þessa hluti í þessari bæjarstjórn, en það hefur svolítið kjarnast í þessu máli svona pólitíkin eða svona, ekki pólitík, svona munur á sjónarmiðum og ég vona innilega að við getum fundið leið til þess að ná saman þetta og vera saman þetta af því að þetta virkilega mikilvægt verkefni. Og svona til gamans þá hitti ég bæjarstjóra sem var bæjarstjóri fyrir nokkuð mörgum árum og hann hafði lesið einhverja fundargerð og hann hló og sagði þið enn að rífast íþróttahús. En það komin tími til þess að fara í framkvæmdir og varðandi það sem að Björgvin spurði varðandi framkvæmda tíma, eða hvort hann var áskýrður, það 4 ár, vissulega í 4 ára áætlun, langtíma áætlun sveitarfélagsins gert ráð fyrir 2 milljörðum. Ég veit ekki hvort að við getum byggt húsið á 2 árum. Það væri óskandi, en ég held að það þarf á einhverju tímapunkti aðlaga framkvæmdaáætlunina þegar við höfum hafið framkvæmdir og sjá svona hvernig gengur og í hvaða fössum við tökum þetta. Og inn í þessari tölu 2 milljarðar sem var sett fram, eða rúma 900 milljónir, að þá var gervigras og tartan inn í þeirri tölu og það þarf að laga tartan, það er að taka allt saman upp. Það bara þannig. Og setja nýtt og setja nýtt tískutartan, sama tartan og fer á fjölnota íþróttavöllin á Hrollaugstöðum sem bara á pari við það besta sem gerist. Nú, ég vissulega sagði á einum af fjölmörgum fundum sem ég hef haldið íþróttahúsmálið og kynningum, sagði í vikunni að ég rammaði það nú þannig inn, ég nú bjartsýnn maður en helst myndi ég vilja hefja jarðvegsframkvæmdir í haust. Og nei, það ekki byrjað að hanna húsið sjálft, það alveg eftir og þar á eftir að taka samtalið á dýptina við fjölmarga aðila. Þannig að ég hef stundum á tilfinningu að fólk haldi að verkefni sé bara komið miklu lengra en það En sveitarfélög út landið hafa farið mismunandi leiðir í þessum framkvæmdum og fyrirspurnin til KPMG var einfallega sú bara að leggja mat á mismunandi leiðir og hvaða kostir eru í stöðunni. Einfallega verið að reyna að vinna okkur í haginn og hafa þá upplýsingar til þess að geta farið með þær fyrir stýrihópinn og borið saman mismunandi kosti af því að við þurfum að standa hagkvæmt að þessu verkefni. Við erum með verkefni sem á vegum ríkisins hérna á Höfn í dag og við vitum hvernig getur farið í þessum opinberu framkvæmdum. Og þess vegna viljum við gera þetta með eins hagkvæmum og góðum hætti og nokkuð kostur Þannig að mér langar líka að spyrja, að því að við erum búin að vinna og Björgvin hefur nú setið í stýrihópnum núna í bráðum 1,5 ár og það búið að vinna þar með hönnuðum og það búið að skoða fram og tilbaka staðsetningar. Eru bæjarfulltrúar Framsóknarflokksins á þeirri skoðun að leið sé sú leið sem að þau vilja fara? Þá ég ekki að biðja svar sem bara við viljum bara skoða það af því að það búið að skoða þetta mjög mikið. Eru þið á þeirri skoðun að við eigum að byggja við núverandi hús og gjörbreyta með þeim hætti svæðinu og hamla svæðinu til uppbyggingar til framtíðar og svona þeim kostum sem eru í stöðinni í til dæmis Sundlaugargarðinum og svona árunni sem
þar. Þannig að mér langar til þess að velta þessu upp. Takk fyrir. Takk fyrir Sigurjón. Orðið er laust, gjörðu þessu vel. Björgvin kveður þessu ljós. Forseti, góði bæjarfulltrúar, takk fyrir svörin, Sigurjón. Að sjálfsögðu er eigum að skoða hvaða rekstrarfyrirkomulag er best á íþróttahúsinu. Ég er alls ekki að gagnrýna það, en það er kannski spurning með röðin á því. Mér finnst þessu að það hefði átt að koma í stýrihópnum fyrst í rauninni. En allt í góð með það úr þessu. Þú spurðir hvort að við myndum vilja byggja viðbyggingu. Það er svona bara alltaf sama svar hjá okkur. Við hefum viljað skoða það. Það er vissulega mörg rök með viðbyggingu líka. Og þess vegna hefðum við viljað hafa samanburðinn eftir að ákveðið var að skera niður í rauninni framkvæmdina eða minnka kostnaðinn. Þá af því að það voru það mörg rök líka með að byggja við, þá vildum við sjá bara kosti og galla við hvora staðsetningun fyrir sig og þannig meta málið áfram. Og ég held að við höfum ekkert haldið öðru fram. En ég áttaði mikið alveg á hvað Eyrún var að fara að en svo var gagnrýna að ég hafi ekki farið yfir bókunina þeirra á fundinum. Ég svo sem er ekki að fara yfir að leiðrétta bókanir meirihlutans, sérstaklega það sem ég samþykki ekki. Þannig að ég skildi ekki alveg gagnrýnina að þetta var ekki mín bókun, en það kemur skýrt fram í fundagerðinni að Eyrún Fríða leggur fram eftirfarandi bókun sem er lögð til atkvæðagreiðslu, sem að Hjördís og hún samþykja, en ég greiði atkvæði á móti. Ég sitt hjá, ég maður ekki eins og en og svo talar að við höfum farið í fjölda klefa og stærri einstakar rýma í ferlinu og það er vissulega rétt, en það var gert áður en ákveðið var að skera niður húsið. Þannig að væntanlega þarf að fara í gegnum aftur þá þarfagreiningu hvernig hún passar inn í húsið sem nú er lagt til, sem er væntanlega aðeins minna umfangi til þess að ná kostnaðum niður. Þannig að það er væntanlega þarf að fara yfir það allt saman aftur og vera hluti af vinnunni næstu vikur og mánuði. En ég held að það sé gott í bili. Ég ætla svona ekki að fara yfir öll rökin með viðbyggingu eins og ég veit sem við margoft farið fram og ætla ekki að fara að rífast það hér. En takk fyrir. Fyrirgefðu Björgvin, ég ætla ekki að leggja fyrir þig gildru stólunum. Takk fyrir Björgvin. Orðið er laust áfram. Ásgerður, Sigurjón. Forseti ágætum að heldur, takk fyrir þetta Björgvin. Við erum, það sem ég myndi, eins og ég sagði á fundi núna í vikunni með kennurum, og ég var að hitta starfsfólk grunnskólans íþróttahús, að þá nefndi ég það að við værum ekki komin lengra en í sjálfu sér. Við erum vonandi að taka ákvörðun staðsetningu og svo þarf að fara að koma þessu verkefni áfram og þess vegna erum við nú að leita til KPMG til þess að fá eitthvað mat, svona einhverja sviðsmyndir hvernig hægt er að standa að þessu. Og erum ekki komið lengra, en eitt af því sem ég myndi vilja skoða, og mér finnst ágætt að nefna það ég myndi vilja skoða í þessu hönnunarferli hvort að það sé möguleiki fyrir okkur að leysa í áfanga 1 með einhverjum hætti líkamsræktarmálin hjá okkur. Ég myndi gjarnan vilja gera það. Við leysum náttúrulega fimleikana, þeir fá gamla húsið. Það verður náttúrulega betri aðstæða fyrir inn í íþróttirnar í nýja húsinu. Við fáum stúku við fótboltavöllinn og fáum glæsilegt hús og ég vil líka sjá aðstöðu fyrir íþróttafélagið okkar Sindra í þessu húsi. Mér finnst bara eðlilegt að þau fái sína aðstöðu þarna og geti rekið starfsemina þaðan.
en þrátt fyrir að við séum með líkamsrækt hér á Höfn í dag, þá hún ekki þannig að hún sé það sem nútíma fólk gerir bara kröfu og ég myndi vilja skoða með mjög svona opnum huga og svolítið afgerandi hætti hvort að við getum í fyrsta áfanga komið einnig fyrir aðstöð fyrir, ef að segja nútíma líkamsræktar svona aðstöðu. Og ég vildi nefna þetta af því að ég flaggaði þessu nú á fundi hérna með starfsfólki grunnskólans í vikunni. Takk. Jæja, Ásgerður, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það best ég byrjaði að svara spurningu bæjarstjóra eins og bæjarfulltrúinn Björgvin Óskar gerði með hvort að ég myndi vilja viðbyggingu ef að það var svara því bara hreint út. Og ég svaraði bara með sama hætti, ég vildi fá að sjá. Ég vil fá bara gögnin, hvort betra. Mér finnst það ekki vera hafa komin og ég meina ég bara ósammála mörgu sem að og það bara, við getum alveg verið sammála að vera ósammála. Og þetta þetta pólitísk ákvörðun á endanum. Því að það bara, og hvernig það hvort við sjáum að samtal sem við eigum og annars ég samræði eða ekki, sko, hvernig við upplifum það. Það bara mismunandi hvernig fólk upplifir það og ég að fara hér með það sem að ég hef heyrt og það sem að ég upplifi. En ég get ekki svaraði því þegar ég hef ekki gögnin. Það bara algjörlega þannig. Og líka mér finnst sko kynningarnar sem hafa verið og hvernig það hefur verið málað upp sko með hryllingsgrænum veggjum og slysum og öðru slíku sko. Þú veist, mér finnst hún hafa verið mjög ýkt. Þannig ég bara segja það og það bara ýmislegt. Þetta eru kostur og gallar við báðar og bara eins og Hjördís þetta kemur inn á að ég meina skuggavarp og annað slíkt sko. Þú veist hvernig það náttúrulega ákveðnar myndir þarna sem að sýna að það ekki stórkostlegt sko af því sem að var sett upp á sínum tíma, en ég meina það búið að breyta ákveðnum forsendum. En hvort að þær hefði haft einhver áhrif þarna, ég ekki hugmyndið það, því að það er bara ekki viljið til þess að skoða það neitt frekar. En ég meina það er pólitísk ákvörðun að það var ekki gert. Það er bara svoleiðis. En það sem að mér langaði til þess að, og ég örugglega margt sem ég ætla að segja þegar ég satt sem ég er búin að gleyma og það eru bara, en ég held að við séum ekki að hætta að ræða þetta. Algjörlega þannig og mér finnst bara áhugavert að þegar að fulltrúi í hóp ákveður að taka ekki þátt í bókuninni að það sé samt sett sem bókun bókun hópsins, mér finnst það skrítið. En ég ætla að bjóða ykkur að vera með í bókun fulltrúa B-listans sem ég ætla hér að leggja fram. Og hún, með leyfi forseta, hljómar þannig. Fulltrúa B-lista harma að viðbyggingu núverandi íþróttahús hafi ekki verið tekið til skoðunar út frá sömu forsendum og inni var með varðandi stakstætt hús. Enda eiga þau rök sem fulltrúa B-listi í stýrihópnum hefur með viðbyggingu við núverandi íþróttahús og hafa fram í ræðu og riti að eiga það ennþá við. Þannig hefði verið hægt að bera betur saman kosti og galla hvora staðsetninga fyrir sig og taka upplýsta ákvörðun út frá samanburðarhæfum gögnum. Þá hvetja fulltrúa B-lista meirihluta stýrihópsins til að viðhafa formlegt samráð við þá sem þekkja best til starfsemi og þarfa þeirra sem muni nýta íþróttahúsið og íbúa í næstu skrefum verkefnisins sem er forsenda þess að við byggjum mannvirki sem þjónar samfélaginu vel. Fyrirhuguð uppbygging íþróttahús hér á Höfn í Hornafirði er eitt umfangsmesta einstaka verkefni sveitarfélagsins á næstu árum. Slíkt verkefni kallar á gagnsæi, samvinnu og virðingu fyrir áhrifum á daglegt líf og fjármál sveitarfélagsins. Samráð við íbúa og hagsmunaaðila er því ekki einungis lagaleg skylda heldur einnig skynsamlegt, sanngjarnt og lýðræðislegt skref. Hér lýkur bókuninni. Meðan ég var að lesa þetta þá myndi ég nú eftir sem bæjarstjóri kom inn að varðandi líkamsræktina. Og ég bara, því að það talaði hér að það sé búið að vera að skoða þetta í langan tíma og fólk sé orðið svona hissa á því að þetta sé ennþá til umræðu. Það var þannig að
á síðasta kjörtímabili þá var ákveðin hópur sem var að skoða þessi mál sem að það var tekin ákvörðun af meirihlutanum þá og bara það var öll bæjarstjórn bak við þá ákvörðun að forgangsraða líkamsræktarstöðinni fram yfir íþróttahús þar sem að það var talið að þörfin væri meiri þar bæði rekstrarlega og bara horfum á íbúasamsetningu sveitarfélagsins. Það hér mikið af ungu fólki sem kannski hætt svona keppnisíþróttaiðkun en í stundalíkansrækt. Og þarna var ákveðið að staðsetja við sundlaugina þar sem að í rauninni módel sem að gengur mjög víða að fólk geti bæði farið í líkansræktina og svo sund og eftir og þar var hugsanlega í framhaldsverkefni eitthvað að gera úti klefa til þess að stækka sérst bæði það var hægt að nýta þá innviði sem að voru þannig til staðar bara hvort sem og í rauninni bæta aðstöðu líka á sama tíma þar sem að var í þessum tekningum teiknað aðgengi betra aðgengi fyrir fatlaða og þá sem að nýta ekki kallaða kvennaklefa sem að við vitum að bara ákallum á Íslandi bara í heiminum í dag. Þannig að ég fagna því að þið farið að sjá svona aðeins að þetta sé að það sé ykkur þörf á þessu en einnig að þá náttúrulega var alveg íþróttahús að dagskrá hjá okkur það var bara ekki fyrst í röðinni. En já, við erum búin að tala heilmikið þetta og munum gera það áfram og við getum hlegið að því hvað ég að ykkur og þið að mér. Það bara hvaða rökur ferð fram og annað slíkt. Það bara það sem að gerist í þessu. Við erum steinhissa á því að það sé ykkur rök í hinn og þessu áttina. En svarið við því hvort að við myndum vilja taka ákvörðun það að það byggð viðbygging hér og nú að við hefðum viljað hafa betri rök til þess að skoða kosti og galla beggja útfærslna. Takk fyrir Ásgerður. Hjördís, þetta hefur vorðið ekki svo vel. Forseti og góðu bæjarfulltrúar. Ég þakka bæjarfulltrúa Ásgerði fyrir að bjóða mér að taka undir þessa bókun. Ég þarf því miður að afþakka það. En við skulum ekki svona láta eins og við séum að taka bara einhverja svona ákvörðun að byggja íþróttahús og hafa það staðsett þarna bara out of the blue ef ég má sletta Það fór fram þarfagreining á síðasta kjörtímabili uppbyggingu íþróttamannvirkja þar sem íþróttahús var í fyrsta sæti. Meirihluti þess kjörtímabils tók hins vegar þá pólitísku ákvörðun að líta fram hjá því og setja líkamsrækt í fyrsta sæti og hlaut ekki góðan hljómgrunn með það í síðustu kosningum. Þannig við höldum bara áfram. Það samráð, þetta allt fyrir opnum tjöldum. Það enginn að fara að byggja íþróttahús hérna í skjóli nætur. Við þurfum ekki að hafa okkur þannig. Takk fyrir Hjördís. Sigurjón, þú mátt tala núna. Þetta flest aðri sem hefur verið búin með kótan sinn. Já. Og síðan ágætu bæjarfulltrúar. Ég má tala. Aðeins mér finnst umræðan vera stundum þannig eins og það sé ekki búið að þarfagreina eða setja fram rök og að það þurfa að skoða fundi hlutin eitthvað meira. Ég ætla að lesa eins upp úr einni af fleiri en einni grein sem ég hef skrifað þetta. Og það nokkur orð staðsetningu nýs íþróttahús, af hverju leið A. Í ágúst 2018 skipaði bæjarráð Hornafjarðar sérstakast stýrihóp til að vinna að heildarskipulagi uppbyggingu í íþrótta- og skólasvæðis í hjarta bæjarins. Nótabene, þetta í ágúst 2018. Eitt meginmarkmið hópsins var að móta skipulagsforsögn fyrir svæðið sem að styrkti tengsl og samlegðaráhrif þeirra fjölbreyttu starfsemi sem að þar fer fram og fyrirhuguð. Vinna hópsins var mikilvægur þáttur í greiningu og gerð deiliskipulags miðsvæðis, skóla og íþróttasvæðis Hafnar. Meðal annars var skoðuð forgangsröðun uppbyggingar íþróttamannvirkja og mögulega staðsetningar fyrir nýtt íþróttahús. Niðurstaða hópsins þá, árið 2018, var að leggja til að nýtt íþróttahús yrði byggt á æfingasvæðinu við Víkurbraut sem núverandi leið A
og að sú uppbygging fengi forgang. Eins og áður sagði tók svo nýr stýrihópur til starfa snemma á síðasta ári og var sá hópur sérstaklega ætlaður verkefninu nýtt íþróttahús. Hlutverk hans að stýra verkefninu og finna hagkvæmustu og bestu lausnir við hönnun, byggingu og rekstur hússins. Það sem skiptar skoðanir höfðu komið fram bestu staðsetninguna lét hópurinn vinna tillögur að íþróttahúsi á 2 stöðum til samanburðar. Og ég vek athygli á því. Hópurinn lét vinna tillögur og hönnun á húsi sem að liggja til grundvallar á 2 stöðum. Það búið að skoða, það búið að hanna það. Og þar voru kostir og gallar beggja staðsetninga greindir. Greining sýnir að nýtt íþróttahús í formi viðbyggingar við núverandi hús hefur takmarkaða möguleika til útfærslu og framtíðarþróunar. Og hér er ég að vísa í greiningu mannvirkjasviðs hér hjá sveitarfélaginu. Þó að slík bygging myndi tengja sundlaug og grunnskóla myndi hún þrengja verulega að skólalóðinni og taka yfir stóran hluta bæjargarðsins. Viðbyggingin ylli einnig skuggavarpi á svæðinu, skerti útsýnu og upplifun til suðurs frá sundlauginni og útilokaði alveg möguleika á stækkun sundlaugar í 50 metra lengd ef sveitarfélagi vildi ráðast í þá framkvæmd í framtíðinni. Þrengsli á byggingasvæði myndu síðan torvelda framkvæmdir og krefjast umfangsmeiri öryggisráðstafana. Þá krefst viðbygging breytinga á núverandi mannvirkjum þar sem samnýta þyrfti burðarvirki og lagnakerfi sem eykur enn á flækjustig. Til þess að tryggja fullnægjandi aðgengi, sérstaklega fyrir aðföng, slökkvilið og sjúkraflutninga, þyrfti frekari breytingar á miðsvæðinu svo sem nýjan aðkomuveg og einnig þyrfti að flytja buslulaugina sem ekki lítið verk. Það þyrfti að færa fótboltavöllinn og hlaupabrautina. Þessir ókostir fylgja hins vegar ekki þeirri lausn að byggja stakstætt hús á æfingasvæðinu. Þar yrði gott og stutt aðgengi frá bílastæðum, byggingin myndi veita skjól á svæðinu og sambyggð stúka myndi bæta upplifun áhorfenda á íþróttaviðburðum. Talið að þessi staðsetning tengi báruna betur við svæðið og bæti götumynd Víkurbrautar. Þá rétt að benda á að þeir kosti sem oft eru nefndir í tengslum við viðbyggingu, svo sem myndun samfélagslegra miðju með góðri innanhústengingu milli sundlaugar, grunnskóla og íþróttahús, eru ekki útilokaðar þó stakstætt hús verði fyrir valinu. Slíka tengingu og frekari þróun svæðisins væri hægt að útfæra í síðari byggingaráföngum eftir að nýtt íþróttahús á æfingasvæðinu er risið. Niðurstaða greiningar sérfræðinga okkar á mannvirkjasviði er sú að staðsetning nýs íþróttahús á æfingasvæðinu við Víkurbraut sé heppilegasta leiðin til að tryggja nauðsynlega þróun íþróttasvæðisins til lengri tíma litið. Og mér finnst við stundum tala, þess vegna er ég að lesa þetta, þannig að það sé ekki búin að fara fram neins skoðun á þessu og það þurfi að skoða þetta frekar. En það er bara alveg sama hversu oft við förum að skoða leið sé, þá eru alltaf svo miklir og stórir ókostir sem að reka mann aftur tilbaka. Þannig að fyrir mína parta eru engar efasemdir í mínum huga og það sem mér langar til að gera er í raun og veru að fara að byggja, að fara að reisa nýtt íþróttahús sem að getur nýst samfélaginu og fara svona að ferðast minna hérna með krakkan okkar sem fari fimleikar inn í Nes. Jafnvel þó við séum að fá hringtorg. Takk fyrir. Jæja. Eftir því sem ég best veit, þá eru bara 2 fundamenn eftir sem hafa með að taka til máls. Maður óskar ekki eftir því. Þá ætla ég að bera hér til atkvæða tillögu sem var lögð fram í upphafi þessa liðs. Og því legg ég til að bæjarstjórn samþykki að fara verði í framkvæmdir á nýju íþróttahúsi við Víkurbraut ásamt þeirri áfangaskiptingu sem stýrihópurinn leggur til og feli honum að kanna með hvaða rekstrarfyrirkomulagi væri hagkvæmast að standa að framkvæmdinni. Þessa tillögu ætla ég að bera hér upp til atkvæða. Þeir sem henni samþykki virðast gefa merki. Það eru 5 atkvæði með, þeir sem eru á móti. Það er enginn á móti, einhver sem situr hjá. Það eru 2 sem sita hjá. Já.
Þannig að svo því sé haldið til haga að meiri hlutin greiddi með og fulltrúar B-lista sátu hjá við atkvæðagreiðsluna. Þá förum við hér í mál nr. 10 á dagskránni hjá okkur í dag. En Ásgerður, já, fyrirgefðu. Ég ekki með hana, þannig að... Já. Já, það lítur ekki út fyrir það að það sé stemmingi í meirihlutanum að taka undir bókun B. Já, ég ætla bara að bjóða okkur að kjósa það hérna. Hjördís var búin að greiða það atkvæði að segja hvað hún... Eyrún, þú þarna já? Ég ætla að bjóða okkur að taka því að kjósum það bara. Viljið taka undir bókun B-listans? Nei, því hafnað. Þannig að þá væntanlega leggur B-listin fram sína bókun sjálf. Og nú bara spyr ég, á ég að lesa hana aftur? Nei, hún bara lögð hér fram. Besta mál. Og má ég þá fara yfir í greinslinn. Takk fyrir. Góðan dag. Þá förum við í 10. liðið á dagskránni í dag. Það dýpkun á greinslum árið 2025. Hornafjarðarhöfn áformar dýpkun siglingaleiðarinnar greinslinn við Hornafjarðarós. Greinslin eru sanddrif sem myndast fram af við sjávarfalla ósa og mikill áhrifaþáttur í siglingu á svæðinu. Vegagerðin vinnur nú að langtíma áætlun sem felur í sér dýpkun með efnismagninu á bilinu 0 til 1 milljón rúmmetra á ári, samtals 5 milljónir rúmmetra til 10 ára. Fundur var haldinn með fulltrúum Vegagerðarinnar þann 29. apríl síðastliðinn þar sem farið var yfir stöðu mála varðandi dýpkun á greinslum og næstu möguleg skref. Hafnarstjórn hefur áður bókað að æskilegt væri að fá dýpkunarskip síðsumars sem gæti athafnað sig í góðri tíðarfæri og þannig náð að hreinsa meira efni en áður hefur verið gert. Nota mætti þá dýpkun sem innlegg í annars jákvæða niðurstöðu rannsókna sem unnar hafa verið á greinslum og gefa tilefni til bjartsýni. Ég ætla að leggja hér fram bókun og eftir en ég ætla samt að bjóða okkur að koma hér og leggja til máls. Gjörðu svo vel, Sigurjón, áður en ég legg fram bókunina. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Mig langar aðeins hérna bæði sem bæjarstjóri og líka sem hafnarstjóri hérna og við Björgvin sittum nú saman í hafnarstjórn og ég vil aðeins nefna að hérna í upphafi árs fengum við mjög öflugt dýpkunarskip til okkar og dýpkuðum á greinslunum og þá voru tekin 230.000 rúmmetrar af efni með skipi sem stærra og svona kraftmeira heldur en við höfum áður fengið að kynnast og það sem við höfum verið að gera með vegagerðinni úti á greinslum í samstarfi DHI sem svona danskt straumfræði fyrirtæki að þá lofa rannsóknir á greinslunum lofa mjög góðu fyrir framhaldið. Skurðurinn að halda sér mun lengur heldur en menn höfðu áætlað og varðandi áframhald verkefnisins að þá þarf að tryggja fyrirsjáanleika. Útgerðin, sveitarfélagið og við hér í Hornafirði, við verðum að hafa fyrirsjáanleika í þessum dýpkunarmálum en Vegagerðin vinnur núna að því að gera langtíma áætlun og það verið að vinna skýrslu sem verður send. Ég veit að hún í yfirlestri, þessi skýrsla sem tæknileg skýrsla sem fer til innviðaráðuneytisins þessar rannsóknir og dýpkunina eins og hún hefur verið. Og við í hafnarstjórninni höfum núna tvisvar að ég held bókað það að við höfum verið að fá þessi dýpkunarskip fyrir vertíðina. Það að segja þau hafa verið að hefja dýpkun hjá okkur núna síðustu 2 árin í janúar. Þegar tíðin erfið og frátafir eru allt og miklar
en eins og skurðurinn að halda hjá okkur í gegnum svona verri veður og mun betur en var áætlað, að þá erum við þeirra skoðunar að það sé nauðsynlegt að gera og full ástæða til þess að gera tilraun með það að fá öflugt skip í lok sumars sem að vinnur þá í betri tíð og þá nýtist fjármagnið betur vegna þess að þegar þú gerir svona samninga þá ertu ekki endilega að gera samninga rúmmetra, þú gerir samninga ákveðin tíma og ég held bæði að það sé sko mjög dýrmætt innlegg inn í rannsóknarvinnuna til þess að sjá hvernig stærri skurður eða meiri efnistaka hefur áhrif þegar að líður inn í veturinn og þannig að við viljum svona og þurfum að beita okkur fyrir því að bæði að fá fyrirsjáanleikann og gera þessa tilraun ef að svo má segja að fá öflugt skip sem að gæti athafna sig til dæmis á svipuðum tíma og Trista da Cunha var hjá okkur í janúar, febrúar og á þessum tíma gætu þeir mögulega náð upp 1 milljón rúmmetrum og fylgjast svo með því hvernig svona botnin að hegða sér og þetta gæti líka verið svona gullið innlegginn í rannsóknum með tilliti til framtíðar uppbyggingar leiðigarða. Við unnum saman minnisblað sem að mun fara með sem í raun og veru bara svona hagsmunir samfélagsins á því að hafa fyrirsjáanleika í dýpkun og hversu miklu máli þetta skiptir okkur og við skoðum eftir því vegagerðina á sínu tíma að það myndi fylgja með þessari rannsóknarskýrslu sem að fara frá þeim og en við svona sem erum í bæjarstjórninu og kjörnir fulltrúar þurfum að taka höndum saman, vera áfram öflug í þessari hagsmunabaráttu af því að dýpkun á Grenslunum og fyrirsjáanleiki þar algjört lykil atriði í raun og veru fyrir samfélagið í Hornafirði og framtíðar svona uppbyggingu þess. Takk fyrir. Takk fyrir Sigurjón. Fleiri sem vilja taka til máls fyrir bókunina? Svo ekki, því ætla ég að lesa bókunina og gefa svo orðlaust eftir hana aftur. Bókunin því svo hljóðandi: Bæjarstjórn sveitarfélagsins Hornafjarðar skorar á stjórnvöld að tryggja fjármagn í dýpkun Grenslana núna síðar í sumar. Sú dýpkun yrði nauðsynlegt innlegg inn í frekari rannsóknir á Grenslunum og framtíðar áætlanir uppbyggingu mannvirkja við þau. Þau munu síðan tryggja umferð skipa Grenslin og tryggja betur ein af aðal lífæðum samfélagsins á Hornafirði til framtíðar. Gef ég ykkur orðlaust þessa bókun. Björgvin, gjörðu svo vel. Forseti, góðir bæjarfulltrúar. Ég tek heilshugar undir þessa bókun og einnig undir bókanir hafnarstjórnar síðastliðna 2 fundi hennar. Og sjálfsögðu tekið líka undir orð Sigurjóns bæjarstjóra áðan og ekki spurning það en og eins og kom fram í mála hans það eru og margir vita kom hingað í vetur gríðarlega öflugt dýpkunarskip en sökum reiðsjótt veðurs og mikill ölduhæðir á Grenslunum nýttist kraftur þessa skips takmarkað við dýpkun og lá það mikið við bryggju sem sóun á jafn öflugu skipi. Það væri því betra að fá skipið eða sambærilegt dýpkunarskip síðsumars þegar betri veðurtíð og afköst þess gætu verið samkvæmt því. Það væri síðan gott innlegg inn í frekari rannsóknar á Grenslunum að sjá hvernig skurðurinn sem dýpkaður hagar sér yfir heilan vetur og í hvað ástandi hann næsta vor. Það því mikilvægt að vegagerðin og stjórnvöld leggi fjármagn til þannig að hægt sé að fá dýpkunarskipið núna síðar í sumar og ættu við að leggja kapp á að svo verði. Takk fyrir. Takk fyrir Björgvin. Fleiri sem vilja taka til máls þessari bókun? Svo ekki því ætla ég að bera bókunna hér aftur upp til atkvæða. Þeir sem henni samþykkin vil gefa merki. Hún samþykkt með 7. Þá förum við hér í næsta lið á dagskrá sem fyrirspurn, nr. 11, fyrirspurn til umhverfis- og skipulagsnefndar
Hafnarbraut 11. Óskað er eftir heimild til að byggja 10 herbyggja gistiheimili á lóðinni Hafnarbraut 11 og Höfn samkvæmt framlögðum gögnum. Ekkert deiliskipulag er í gildi á svæðinu. Áformin voru greindar kynnt í samræmi við 44. grein skipulagslaga nr. 123 frá árinu 2010 og barst ein umsögn sem hefur verið svarað. Hér gefur við laust þessa byggingarleyfis umsókn. Það kveður sér engin ljós. Því legg ég til að bæjarstjórn samþykki veitingu byggingarleyfis án deiliskipulagsgerðar í samræmi við 44. grein skipulagslaga, enda sé framkvæmdin í samræmi við landnotkun, byggðamynstur og þéttleika byggðar. Þeir sem eru þessu samþykki virðast gefa merki. Samþykkt með 7 atkvæðum. Þá fyrir við hér í lið nr. 12. Það er landeignaskrá Gerði, stofnun nýrra lóða. Óskað er eftir staðfestingu og merkjalýsingu sem gerir ráð fyrir stofnun nýrra lóða. Lóðir eru í samræmi við deiliskipulag fyrir svæðið með einni viðbót. Það er Oddnýjarhús, 2742 fermetra lóð að stærð. Orðið laust gjörið söl. Það kveður sér engin ljós. Því legg ég til að bæjarstjórn geri ekki athugasemd við framlagða merkjalýsingu og stofnun lóðanna hafi ekki áhrif á búrekstrarskilyrði jarðarinnar, samanber 7. grein jarðalaga, samanber einnig 48. grein skipulagslaga. Umsækjanda er þó bent á að uppbygging og framkvæmdir hafa ekki verið heimilar á svæðinu umfram það sem gert er ráð fyrir í deiliskipulagi. Þeir sem eru þessu samþykki virðast gefa merki. Þetta er samþykkt með 7 atkvæðum. Þá fyrir við lið nr. 13. Það er fyrirspurn til skipulagsstjóra. Það er breyting á deiliskipulagi Hafnarvík Heppa, garðhús á Pakkhúslóð. Á fundi þann 22.1. árið 2025 óskaði umhverfis- og skipulagsnefnd eftir afstöðumynd af fyrirhugaðri framkvæmd. Umbeðin gögn bárust sveitarfélaginu nú í lok mars. Og þið hefðu hér til þess að glögga ykkur á. Kæru fundamenn, bjóðu ykkur að taka til máls undir þessu. Áskrifði bara að klóra sér, já, allt í lagi. Hún var ekki rétt upp hend. Þá höldum við bara áfram. Það kveður svo engin ljós. Því legg ég til að bæjarstjórn geri ekki athugasemd við framlagða merkjalýsingu. Nei, þarna fór ég línuvilt. Ég legg því til að bæjarstjórn heimili að víkja verði frá kröfu aðra málsgrein 43. grein skipulagslaga breytingu á deiliskipulagi grenndarkynningu þar sem svo óveruleg frávik að ræða að hagsmunir nágranna skerðast í engu hvað varðar landnotkun, útsýni, skuggavarp eða innsýn. Þeir sem eru þessu samþykki virðast gefa merki. Samþykkt með 7. Þá förum við lið nr. 14. Það er Borgarhöfn 2 og 3 deiliskipulag. Sótt er heimild til að leggja fram tillögu að breytingu á deiliskipulagi Borgarhafnar í neðri bæjar. Breytingin felst í stækkun á tjaldsvæði og byggingarreit fyrir smáhýsi, íbúðarhúsi og þjónustuhúsi. Í aðalskipulagi er svæðið skilgreint sem verslun og þjónusta, VAF-þ 45 með eftirfarandi skilmálum: Borgarhöfn neðri bær úr landi Borgarhafnar, ferðaþjónusta, tjaldsvæði, gisting og reiðasala, allt að 75 gistirými, frístundahús, 4 hús, hringtákn, 5 hektarar, þar á tjaldstæði fyrir alltaf 3 hektara, fyrir alltaf 300 gesti. Umhverfis- og skipulagsnefnd telur að fyrirhuguðu breytingar séu verulegar. Ekki fjóra laust, gera svo vel. Svona greiðasala, ekki greiðasala? Já, vantar eitt G hana. Búin að vera að velta því svolítið fyrir mér, hvað reiðasala er. Einhverja reiðir salar. Selja greiða. Jæja, það kveður svo engin ljós, frekar. Því legg ég til að bæjarstjórn Ég legg til að við bæjarstjórn að tillagan verði auglýst í samræmi við 41. grein skipulagslaga og fallið verði frá kynningu samkvæmt 40. grein skipulagslaga þar sem allar meginforsendur liggja fyrir í fyrra aðalskipulagi. Þeir sem þessu samþykki virðast gefa merki. Afgreitt með 7. Þá fyrir við lið nr. 15. Það eru hérna fulltrúar í svæðisráð, suðursvæðis,
Vatnajökulsþjóðgarðs fyrir árið 2025 til 2029. Sjálfstæðisflokkurinn óskar eftir að skipta fulltrúa í svæðisráði Vatnajökulsþjóðgarðs en að Þóra Björg Gísladóttir taki sæti Sigurjóns Andréssonar. Málið var tekið fyrir í tölvupósti og samþykkt þar með 7 atkvæðum. Þetta er því lagt hér fram til umræðu og kynningar. Þetta er ennþá upp til umræðu, þó þessi búin að samþykkja það. Það kveður svo engin ljós, þá höldum við bara áfram. Það er liður nummer 16. Það er rekstur flokkunarstöðvar og Vog. Lögðu fram tillaga að breyttir gjaldtöku fyrir úrgang í flokkunarmiðstöðinni sem felur í sér áætlað gjald eftir rúmmáli. Orðið laust, gjörðu svo vel. Það kveður svo engin ljós, því legg ég til að bæjarstjórn samþykki tillöguna að breyttri gjaldtöku fyrir úrgang í flokkunarstöðina. Þessu samþykki vísast ekki að merki. Samþykkt með 7. Þá förum við lið nummer 17. Það er umsókn lóð að Vesturbraut 29. Sótt er lóð að Vesturbraut 29. Gögnin liggja hér fyrir hjá fundamönnum. Orðið laust, gjörðu svo vel. Það kveður svo engin ljós. Því legg ég til að bæjarstjórn samþykki lóðarúthlutunina. Fyrirgefðu. Vaninn að koma frá einhverja sækja lóð, bara einhver sækja lóð. Það er vissulega vaninn. Já. Þá eigum við að geyma þetta og taka fundarhlé í 2 mínútur með þau breytum því. Ég óska eftir fundarhlé, takk fyrir. Þá hefum við bara, já, takk fyrir. Ég er búin að fá fingurinn hér hjá Tjörfa og þá megum við halda áfram. Fá fingurinn, ekki þumal reyndar. Já. Þá förum við bara aftur hér í þennan lið, það er liður nummer 17. Það er umsókn lóð Vesturbraut 29, Vesturbraut 29. Trausti Magnússon sækir lóð að Vesturbraut 29. Orðið laust, gjörðu svo vel. Það kveður svo engin ljós, því legg ég til að bæjarstjórn samþykki að Trausti Magnússon fái þessa ágætu lóð og biðja ykkur að gefa við því merki eða því samþykk, gjörðu svo vel. Það er samþykkt með 7 atkvæðum. Takk fyrir. Þá förum við hér í 18. lið á dagskránni í dag. Það er landeignaskrá Smyrla Björg, afmörkun lóðar. Óskar eftir staðfestingu merkjalýsingar, gerir ráð fyrir afmörkun og stækkun lóðarinnar L16/44 og afmörkun nýra lóðar undir einbýlishús sem tekið er úr landi L16/45 samkvæmt framlögðum gögnum. Orðið laust, gjörðu svo vel. Það kveður sér engin hljóðs. Því legg ég til að bæjarstjórn gerir ekki athugasemdir við framlagða merkjalýsingu og stofnun lóðarinnar hafi ekki áhrif á búrekstrarskilyrði jarðarinnar samkvæmt 6. grein jarðalaga, samanber einnig 48. grein skipulagslaga. Umsækjanda er bent á að uppbygging og framkvæmdir hafa ekki verið heimilar á svæðinu umfram það sem gert er ráð fyrir í deiliskipulagi. Þeir sem eru þessu samþykki vísast gefa merki. Það er samþykkt með 7 atkvæðum. Þá lítur út fyrir það að það sé ekki fleiri mál á dagskránni í dag. Það er ennþá sól úti. Þá slít ég fundi og þakka fyrir.